Já, ekki viðeigandi að byrja á þessu lagi? Andrea Sigurðardóttir, Tómas Þórðarson. Til hamingju með daginn. Takk fyrir, sömuleiðis. Já, hvernig er þetta daginn í dag? 9. júní, eða greitt mér? Það rétt hjá þér. Við kall 5 minnstandi, við erum með alltaf hérna. Já. Þetta lagenda var sungið sko á var ekki fyrsta kvennaverkvallinu sem var 1975, eða maður rétt. Sem þetta lag var sungið. Jú, það getur verið, ég kenni það, ég þekki ekki söguna nógu vel. Nei, ég meiri svona remix-maðurinn sem að Elín Hall og stelpunar hann að gerðu. Það er svona klúbbaversjónið af þessu lagi töluvert svona höfða meira til mín, sko. Já, ok. Ég var svona að treysta á að þú myndir þekkja söguna. Já, nei, því miður, Já, hvað að bjóða konu í þáttir af því að þessi dagur í dag. Þá var þetta held ég röng kona að bjóða. Mistök, já. Ég hef stundi verið sagt að ég sé miðaldra karlmaður í röngum líkama. Já, ok. Held að það sé ekki fjarri lagi. Herði, já, bara aftur til hamingjum daginn. Ég er allt í að muna, búriðstrákar, ég held að á ekki Össur Skarphéðinsson afmæli í dag, ef að googla hann. Ég held að sé alveg rétt mér, hann sé fæddur 19. júní, heldur betur. 73 ára gamall. Já. Er kapitalistinn sjálfur? Okkar besti maður. Það er rétt óskonum til hamingju með daginn. Já, við gerum það. Óskum konum og Össuri til hamingju með daginn. Er einhver maður sem á svona erfiðara með að fóta sig í lífinu þessa dagana heldur en Össur Skarphéðinsson að reyna ákveða sig hvort hann haldi með eða móti þessu ríkisstjórn? Þú veist að hann er náttúrulega algjör konsiglier fyrir Kristrúnu, en samt svona, þú veist, old samfó, skilurðu, killer, sko. Þetta er svona, það er, finnst ekki alltaf kannski samræmi í pislunum hjá honum, en hann er duglegur. Hann vill vera hluti af gömlu og nýju samlingingunni. Svolítið. Þannig kökuna og étana. Já, ég meina, það vilja það ekki flestir. Jú, vissulega. Þannig það snýst pólitíkin yfirleitt, sko. Jú, góða punktur. Það er kökuna og étana. Og stækkana. Eða minkana hjá sumum. Já, og svo það er ekki allir sem vilja stækkana. Það er rétt. Og svo allra síst þessi hópur. Og það er ekki allir sem hafa trúið því að hann geti stækkað. En við erum nýkomnir heima af golfmóti, Tómas. Já, ég Þjóðhátíð golfmóti þjóðmála sem fór fram á Carlton House í Írlandi. Þeir eru svo tannaðir. Í samstarfi við GB-ferðir. Ég hef þurft að setja með brúnkukrem. Nei, við fengum hann að ljómandi veður, já, ég ákvað að taka þessu þrjusu tilboði sem var að fá að fara á þetta mót og svona eiginlega ekki síst, sko, mér langar aðalega bara að fara að spila á Írlandi. Svo svona googlaði inn af völlir, ég sá að þetta tilboð var komið og hringdi nú í vinn minn og eftirnafna Kára Þórðarsson sem mætti þetta með mér sem er nú svona, hann er mjög fjarlægur þessum hópi, hann er svona bara maður sem vaknar klukkan 7 á mótana og er bara mættur og hnýið upp í stiga skilur að rafvirkjast fyrir 8 á mótana, bara maður sem vinnur. Við köllum bara salt í jarðar. Já, absolutt salt í jarðar, sko, og hann var líka svona yfirmáta spenntur að koma með mér og Sjáum mynda á honum þessu? Já, þetta er Kári sem algjör draumaferð fyrir hann að kjafta við menn málefni og koma sínum svona, við vorum það líka einu mennir í liðsbólum, það er gott að taka það fram. Já, sko, við skulum bara halda þetta til haga og bara þið með vera stoltir að þið voru í liðsbúningu báða dagana. Þannig að sikkur á búninu, sko. Sikkur á búninu, dökkur fyrir daginn og svo Wednesday White, eins og ég kýsa að kalla þetta. Já. Sem var lokað dagur. Menn svolítið að vinna með það. Og bara fyrir utan það, Kári átti þess að drauma að ferða, hitta alltaf fólk og spilum æfingarhring þegar við lendum og fengum setnindaginn upp á sigurinn á móti þessum snillingum, þessum ungu herramönnum. Þetta eru fyrir þá sem ekki þekkja, Bogi Nils Bogi Ísak segi, sonur Bogi Nils eða Bogi Nils Junior eins og við kýsa að kalla hann og svo hann Sindri Freyr Guðjónsson, sonur Gauja Bæjó fyrir bæjastöru í Vestmannaeyjum. Ég held að Bogi Ísak hafi verið kallað Bogi Nils svona 20 sinnum á dag, ekki minna og sérstaklega þeir voru líða á kvöldi. Já, þá var þetta á missi enginn heitir Bogi Ísak, sko. En þetta var yndislegt og svo náttúrulega til að toppa þetta þá var náttúrulega Kári bara stjarnan mótsins, ég meina hann var í öðru sæti í liðakeppninni og bar mig á bakinu til silfurveluna í mótinu sjálfu þannig að þetta var æðislegt og bara þvílíkt umhverfi þarna, sko. Þið fenguð ekki gjafabréf á Hótel Akureyri? Herri, jú, nú þarf ég að fá að nýta hér aðstöðu mína aðeins og ég ætla að seima sjálfa mig í svona ég er svolítið að fara á hnén fyrir þessu góða fólki Hótel Akureyri því að nú er það nú þannig hlaðvar sem að menn Þú týndir gjafabréfinu? Já. Ég bara heyri stresskvært út að fara. Það er bara þannig. Sko, ég bara, að því að, eins og ég segi, ég hlaður seminu þegar þú ert nú að mæra alla hluti, það er alltaf besta sem til og þetta er bara hlutaði verið og bara ekkert mál, sko. En það er eitthvað svo... Við kennum líka breyskleika mannsins, sko. Já, en ef það er eitthvað svo þegar þú hafi rétt verið þá er náttúrulega Hótel Akureyri, þegar ég gisti þarna núna í kjördæmavíku. Já.
stórkostlegu sagður. Þannig að ef að þetta góða sjálfstæðisfólk sem að rekur hennar stað sér auma á mér að senda mér annað og fyrirgefa mér, yrði ég ævinlega þakkláttur því að ég var líka búin að segja konunda og við erum að fara hringinn sko og það hefur engin eflaði að ferðast einhver hringinn þannig að þetta hendaði svo vel, ég sendi minn bara sjáðu hvað ég er búin að græja þetta nót á besta Þú búin að hóteli. hringja heim og upplýsa velunin og Er númer gjafabrefsins á myndinni? Það voru glætt að reykja það og loka því og eitthvað. Kannski tók ég ekki einu sinni mynd. Heyrðu allavega, ég bara, þú veist, ég ætla að henda þessu, ég ætla svona svolítið að henda sjálfur mér hérna á sverðið í vonum góð viðbröð. Svo mætir einhver ískur starfsmaður frá hótelinu með þetta gjafbrif eftir nokkra mánuði líka og Það er það sé óttast, sko. Þetta var vel lukkað alla stæði og þeir er mikið hrós skilið fyrir. Það var skemmtilegt. Þú hefur allavega fengið þér vel. Þetta þetta er Við glata erum ekkert að ræða það. Þetta er aðalega, þetta snýrist ekki svona þetta er bara svo mikið ADD, sko. Ég Já. bara legg eitthvað frá mér og svo er ég bara fann elda fyrildi eins og okkar labrador annar stað, sko. Skoðum eina Já, mynd já, hérna, þetta er sko, maður. hérna, að því að við erum í því að name and shame Já. og þú byrjar því sjálfur. Já. Þannig ég ætla að taka þetta aðeins lengra. Já, Skoðum hérna tvær myndir Já. sem voru teknar á lokakvöldinu. Þetta er þjóðhátíða dinnerinn á 17. júní sem er haldið hann úti. Þannig séu við mynd af þér og fyrirnefndum Kára, Já. algjör toppmaður, Já, algjör. sendur góða kveðið hann. Og þetta er líka mynd af mér og Þórði Gunnarsinni. Hver er munurinn á þessum myndum? ég kom ekki í smoking. Já, Já. er það ekki bara þannig? Þeir eru líka betur hærðir. Tómas og Ouch! Kári. Nei, já, ég veit, ég Þetta var spurning til Tómasar en eftir Já, ég, þetta er rétt, ég bara var einhvern veginn, náði ekki að græða þetta og fyrir næst, er þetta ekki orðið álegt? Já, ég held það. Þeir eru bara alþjóð menn alþjóðunar, Já, menn ég- fólksins. ég- Ég er enda, þú veist, ég var náttúrulega var í enga gerunum í 20 ára að reyna að búa til einhvers konar verðmæti en hérna, nú er ég bara náttúrulega eru þið að borga mér skilur, þannig að þetta ætti ég náttúrulega að gera betur. Bara fara í herragarinn, Færi hergan, segja smoking. heldur betur. Það var eitt sem að fór í herragarinn og let sér sem á sér smoking fyrir þessa ferð. Það er respekt. Gleymd hún svo heima Nei, ok, tek tilbaka. og let senda hann út og Já, náði því. ok, respekt. Já, ok, Hann kom kl. 5:30 fyrir kvöldi. Þetta er svona tilfinningar úr sér Já. benni. Já, þetta var það. var það Pétur eða? Ég ætla ekki að gefa upp hvað það var. Já, Það var endur ekki hann. Ok, Þannig, hérna, en það var bara þannig. alright. Þannig að menn leggi ínslut á sig. Herru, næsta mál, let's go. Þetta vorum við í góðu hérna, kompani. Við myndum á vinningar frá Hótel Akureyri. Það voru vinningar líka frá Samsung, Echo, Teo Kaffi, Kringlukranni, Kjötkamparinu, Nova Sirius og gjafir frá IT House of Brands. Ekki alltaf að upplýsa hverju báru sigur og bítum. Jú, það voru fyrirnefndir Bogi, ekki Níls. Bogi Bogi Jún Ísak og og Sindri. Gaui Bæ og Jún. Og fengu hvað í velun? Þeir munu fá Samsung sjónvarp. Já, þeir fengu sjónvarp. Já. Það er vel gert. Þannig, Sitt hvort, eða til að deila. Nei, deila. Við tók, sko, ég var að vona að einhver hjón myndi vinna þetta, sko. Hanskoti. Þetta fór svona. En við tókum sjónvarpin ekki við okkur út, sko. Nei. Þannig að, en talandi veistlur, hér eru þetta veistla frá Kjötkamparinu og með þess að tvöldisli dag, það er smáréttir og síðan eru hérna nautalund. Þannig að Já. þið bara vaðið þetta eins og þið viljið. Þetta er rosalegt. Takk Hér er fyrir. maður að reyna að vera í einhverju mjög þarfri þingdarstjórnun Þetta er og bara það pjúra það er bara beint í próteini já, hér já, og já, já. þetta er Þannig alveg. að, og svo þetta bara kaldir drikki frá vinum okkar á Áskostund. Kalda. Þannig að fáið ykkur líka Já. slúðis eða þið viljið. Endilega. Ég ætla Í aðeins nafni að- þingdarstjórnun. Já, talandi þingdastjórnin. Sko, ég ætla aðeins að hérna breiða út á dagskrá, eða sérst svissa dagskráni. Við höfum tekið hérna hrósvikunar Já. í þáttunum með vinum okkar í Evertur og við erum búin að vera að hvetja fólk til að senda okkur grillmyndir og við erum byrjað að fá nokkra myndir. Ég er að vísu, fekk eina mynd í vikunni sem að var ekki af Evertur grilli, en það var að vísu kjöt frá Kjötkamparinu, þannig að við skulum gefa þeim það. En hérna, en ég seimaði þann mann sem sendi mig þá mynd. En þetta er hins vegar mynd af Evertur grilli og kjöti frá Kjötkamparinu. Þannig að við erum að hvetja hlustundur til að senda okkur skemmtlega myndir af grillinu í sumar, af Evertur grillum og kjöti frá Kjötkamparinu. Og Þetta er- þeir sem senda einn heppinaðali talandi um vinningshafa í leikjum og hafandi fengið vinning frá Kjötkamparinu. Ég þarf greinilega að fá mér Andrea Evertur Sigurðardóttir. grill og hérna skella kjöt á Kjötkompani, grillið. Jónurd var svo peppaðar fyrir þessu, hann ætlar að bjóði 10 manna grillvöslu. Já, ok. Þannig Heru, að sá sem sendir flotta mynd af grillinu sinu, Evertur grillinu aftur ég tek þetta líka. og góðri grillvöslu fær 10 manna grillvöslu. Það líður ekki auglýsingatími á US Open á þess að Evertur, hann er þarna eitt Já. stjórnukokkurinn, Já, bara þess vegna grilla ég á Evertur og segir sko ekki
eftir það heldur by Heston Blumenthal. Já. Það svona alveg valdeflingi. Hann auðvitað þróaði þessi grill. Heston? Já. Hann svona, ég veit ekki hversu fólk að sér í kokkafræðinni, en mikill áhugamaður kokka, hann náttúrulega svona mad scientist. Já. Heston, þannig að þú veist, og grillið ber þess merki að þetta mikið tækni undur, þetta ekki bara eitthvað grill. Já, en að því að við erum svo góðu skapi hérna á kvennafrídaginn, nei, kvennréttindadaginn, afsakið, og ef við ekki að byrja hrósi vikunar, taka bara að stemma. Er það ekki bara illa besta lokið? Þú ert ennþá þetta eftir að hugsa, alltaf. Herði, ég ætla bara að nýta tækifærið og hrósa hér. Ég ætla að byrja á því að biðja hlustundur afsökunar á röddinu minni. Hún bara byrjaði að hverfa í dag og það hefur bara farið hríðvastandi. En ég að reyna að gera mitt besta til þess að tala með svona rauðatorksrödd. Já. Til þess að svona reyna að fela þetta. Ég held að hlustundur kunni bara að meta það. Er það ekki bara svona yfirgnæfandi karlmenn og svona. Já. En ég ætla að byrja því að hrósa ungum vinstri grænum, ungum sósíalistum, ungum miðflokksmönnum, sjálfstæðismönnum og framsóknarmönnum fyrir þetta frábæra þverpólitíska starf við að stofna og koma á laggirnar þessum nýju samtökum ung gegn Evrópusambandinu. Já. Mér finnst það frábært framtak, ég mætti þarna niður eftir og það var gaman að sjá. Var þetta ekki stofnað á 17. júní? 17. júní, þjóðhátíðardaginn, viðeigandi. Og það var svo gaman að sjá breiddina í þessum hóp. Ég hef aldrei fyrir verið á samkomu þar sem að þú ert bara með þarna, þið veitir þessa ungu miðflokks- og sjálfstæðismenn alveg prúðbúnir í jakkafötunum sínum svona alveg eins og þeir 50 sko. Og svo líka bara fólkið í hermannaklæðum og með blátt hár sko. Allir bara saman og sammála eitthvað. Þetta bara gerist aldrei. Og Magna Gná í hvítudrættinni. Já, Magna Gná í hvítudrættinni. Að henni og glemdri dóttir Andrésar Magnússonar í þjóðbúningnum. Já. Glæsileg, ung kona. Og það bara frænka mín virkilega gaman að sjá svona þverpólitíska samstöðu. Ég held hún sé mjög mikilvæg og þessi krakkar eiga allt gott skilið og svo vil ég ekki síst hrósa því að aldursrammin fyrir þessi samtök rúmar mig. Þetta er örugglega eina ungliðarhreyfingin sem ég get tilheyrt ennþá og fyrir það ber að þakka. Já. Þannig að nú er ég ung gegn ESB og fyrir konu sem að nálgast fertugt óðfluga þá er þetta bara alveg óbóðslega mikilvægt krydd í tilveruna. Já, ég bara tek undir þetta. Ég hjartalega sem var bara vel gert og mjög flott ung fólk sem kom líka vel fyrir í fréttum þetta og málefnulegt og svona gaman að sjá þverpólitíska samstöðu ungs fólk sem þetta mikilvæga málefni því að nógu verið að draga þau inn í þessa umræðu frá já til að sjá. Já, Já, það sem er líka svona heimurinn verður allur betri og framtíð þeirra svona verður, hvað var að segja, það verður bara gullflugur bara í morgunmat sko. Þetta því ungt fólk í Evrópu hefur svo svakalega gott og svo vilt með að finna sér vinnu og koma til sér heimili og allt það. Þetta heyri ég bara hverju með þetta. Svo segja þér. Töruðan bend ekki til þess. En síðan alltaf tala eins og þeir sem eru á móti ESB þetta er bara einhverju sérhagsmuna potarar og eitthvað. En ég vek athygli á því að það er miklu meiri breidd í þessum hópi heldur en í hinum. Þetta er allt kratar þarna hinum en hvort sem þeir eru skráðir í Viðreisn eða Samfylkinguna. Allt eins fólk, meira og minna. En þarna var virkilega breidd og virkilega gaman að sjá hana. Tómas, er þú með hrósvíkunar? Herru, já. Við byrjum að jákvæða nótum og erum uppbyggjað til aðvarp. Sko, ég ætla að vera með eitthvað úr þinginu eða eitthvað svona búin að vera að hugsa þetta. En svo... Er þetta að hrósa einhverjum í þinginu? Nei, þú veist svona eitthvað pólitík skilur að þetta er svona þannig, þetta er svona málum þjóð sem við erum að ræða hérna einhvern veginn. En maðurinn bara, hvort sem að það hafi verið hvalakóngurinn sjálfur eða einhver skipstjóri, er bara maðurinn sem tók ákvörðunina að bara setja hann Hólmstein á launaskrá, setja bara í 5. gír 37 breddagráður og bara gunna og af stað. Það er maður sem fara að hrósa að þeir voru náttúrulega í sem er hinna mótmæluna svo lengi, það var eitthvað, hvað voru að lengi upp í turninum í 2 daga eða eitthvað og bara gjörsamlega áttu alla fjölmiðla umfjöllun og fengu rosalega mikla meðöngun og vorkun hvað þetta væri allt saman rosalega erfitt sko.
að bara nenna þessu ekki eftir ætla ekki að vera með bátinn hana bara skrá hann og ég heldur sko getið borgað hann laun ég heldur að bara skráða hann þannig og ég eiginlega að vona að Kristján bara legg inn á hann sko og bara lögðið gjöld og allir pakkin og sko páskaði ekki í þessu litli mólin í þessu öllu fyrir utan alltaf viðtalið við hann sem alltaf snill þegar hann bæði hrættur og kvíðinn bara Guð fór mig frá því að vera bæði hrættur og kvíðinn skipið var bara leiðin upp í Hvalstöð sko voru ekkert á leiðin út á miðin sko þeir eru að lása svo fréttina í dag endaði með því að fór ykkur lögreglumæður ná honum hann upp úr tunnunni á klukkustundu eða svo þeir eru svo nendu hvalavinir ekki einu svona keiri upp í Hvalstöð og það þurfti sko lögreglan þurfti á skuttlunum niður á Kjalarnes þau nendi ekki lengra sko og sóta þar sko strætó þar sko ég hafði alveg svo óendalega gaman að þessu þannig að maðurinn sem tók þessa ákvörðun fær hósi frá mig ég fór alltaf bara ég hugsa bara með að tala saman ætti maður ekki að taka bara upp þáttum borði í Hvalskifi það er eitthvað fín hljóðgæði það er alltaf bara gufuvél og sko skella sig í siglingu og taka upp þáttar getur ekki að greiða það? Já, það er bara thumbs up hér. Men svo er þetta ekki einu svona setningi líka bara, ég vissi bara ekki hvað ég átt að gera til þess að hjálpa kvölunum. Það hefði náttúrulega getað bara verið heima hjá þeir, sko. Það hefði líka virkað. Þeir hafa verra heldur en ég, þannig ég ætla að geta vorkenna mér. Þetta er náttúrulega hilarið. Svo var skipið bara leiðin upp í stöð og það átti bara að fara festa skutulinn og menn voru að fara að æfa sig og þetta er ekkert byrjað, sko. Ég veit. Svo sagði hann eitthvað, að hann hefði farið niður eftir að hafa safnað nauðsynlegum upplýsingum einhvern veginn þannig, ég er ekki með beina tilvitnum fyrir frammi. Hvernig á að sigla og reykja eitthvað upp í Hvalfjörð? Ég var að með bara sagt hvaða upplýsingum og að því að hann var að segja að þetta hefði ekkert verið plana hann hefði nú bara verið göngutúr þarna það bara þetta gengur ekki alveg upp og þú veist, Vala Árna var líka bara fyrir tilviljun, eða heitir hún það ekki? Jú. Þannig að, í nágrenninu líka og að mæta staðin bara með þetta sami og það er nú að gleyma segðandi röddinni. Það eru misjafnar lífsins áhyggjurnar. Segðu, en ég hef samt miklu meira áhyggjur þegar, sko, erkibjálfin Paul Watson mætir hérna, sko. Ég held að gæti orðið alvöru slagur hérna, ég held að gæti eitthvað slæmt virkilega gerst núna í annastu vikum. Sko. Er ekki hægt bara að beita því sama á hann og Vítisengla? Bara snúanum við. Er hann ekki skilgreindur sem hryðjuverkamaður? Nú þori ég bara ekki að svara, en langar að segja já bara. En mér finnst hann svona... Hann alltaf sökti hérna skipum. 1985, ef maður rétt. Bara rétt eins og eitthvað svona skipulega glæpasamtök að þá er hann ekki á leiðinni hingað til lands þess að fara eftir lögum, sko. Nei, þannig að fyrir mér uppfyllar hann öll sömu skilyrði. Fyrir ekki sómi okkar sverð og skjöldur, hún Freyja og bara bömpar hann bara, setur bara stjórnborðið skutul hérna, hvað sem þetta heitir og bara eins og við gerðum hérna í Brettar á sín tíma. Svo bara þetta var heldur betur mikilvægt, menn er nú að kasta henni aðeins frá sér í dag, en það er annar mál. Jú. Herri, ég ætla að koma í hrós líka. Ok. Við erum brís og jákvæðan gýr. Ég ætla að hrósa vinum mínum í Luxor. Ég sé að stjórnendur þar voru að kaupa félagið og Kalli Sig og fleiri sem að eru búin að eignast á það fyrirtæki. Þeir hafa nú aðeins unnið með okkur að viðburðum þessir ágætu menn og ég veit bara að þeir gera alla hluti mjög vel. Þannig ég ætla nú bara rétt að kasta á kveðju og hafa mikið óskum fyrir að hafa eignast félagið núna. Já, til hamingju. Þetta eru flottingar, vann mikið með Alfred Sturlu Böðvarsinni gerir nú öll sett á Íslandi og bjóð nú til bæði fyrra og setna setti mitt 3 ára Símanum og svona og eindist þetta að vinna með honum toppmaður. Þannig að rétt að hrósa þeim. En hvað segið þið? Talið þingið er nú að klárast í dag. Yes. Hver er stað? Við erum að taka upp hérna klukkan 2:30. Já, bara ég bara verið að afgræða, sko, síðustu dagar þingsins eru mjög leiðilegir fyrir okkur skakkræntur. Þetta eru samþykkt vesturlögin og án mótboru yfirleitt. Já, það er vissulega aðeins búið að vera reyna að stíga og bremsuna í þessu svona án mótbæru með svona vestumálin upp að því marki sem að það er hægt, eins og þú segir, í svona the most boring week in politics, sko. Núna þegar við erum að upplýsta leitt leyndamál og það er klukkan 14:38 þegar ég að tala þessu orð og fyrir 8 mínútur síðan svona hófst í raun og veru loka spretturinn. Nú er bara atkvæðagreiðslur ofan og það er bara eftir hvað fólk er þyrst hversu fljótt þetta verður afgreitt. Og þarna er að fara að fljúga gegn nokkur svona herfileg mál og nokkur önnur náttúrulega eru farin gegn líka og eitthvað af ágætum málum svona eins og gerist og gengur. Er þetta ekki bara meira minna alltaf fljúga gegn? Jú, í dag, sko, þetta er alltaf búið að semja alltaf allt þetta, sko. Bara hlustundur upprýðunar og upplýsingar, þú náttúrulega vinnur fyrir þinglokk, og var þingmaður,
dagsnóttundum vinnið í vetur. Já, ég fekk alveg 4 vikur eitthvað. Svo er náttúrulega 9 árin fyrsti var að þingmaður. Já, til hamingju Takk fyrir. Hver á undan þér? Nú, helvitið hann Siggi. Já. Þetta var djók við það perlu vinir sko. En Siggi náttúrulega tók sæti hérna áslörum en hún í burtu og náttúrulega kemur hún endalinn. Þannig að ég fór úr öðru í fyrsta sæti. Þannig að við þurfum að byrja að grafa undan honum til að koma þér inn. Ég löngu byrjaði. Það bara gengur eitthvað því að það stendur svo vel sko. En hvað, þú veist, hvað fekk stjórnarandstaðan fyrir sinn snúð í þessu? Hvað stendur eftir? Búvörulögin og hvað meira? Fór út. Svo er þetta náttúrulega líka þannig að það hefur síðustu 7 ára kannski svona sérstaklega síðustu 2 árin eða ekki, 2-3 árin af svona síðustu ríkisstjórn þegar það var svona vissu nú allir að það var kannski ekki samhljómur mörg mál eða bara enginn að það sama er náttúrulega gerast líka í þessari ríkisstjórn á þess að það fái nú eitthvað svona mikla umfjöllun frá öðrum menn sem eru fyrir utan meginströmmin eins og ykkur og fleirum sem að ræða pólitík sko. Að þau hafa náttúrulega líka bara svona í svona sínu karpi sérstaklega þegar kemur að þessum tvískipta þingflokki og tvískipta stjórnmálaflokki samfélgarinnar náttúrulega bara stoppuðu raun og veru lagaraldið fyrir Hönnukötu þrátt fyrir að það hefur verið mikið verið að reyna að ýta því yfir okkur og miðflokkinn og því miður hefur svona ríkismiðillinn tekið finnst mér full mikinn þátt í því að ýta því narratífi áfram á þess að svona nokkuð tíma spyrja einustu spurningar um hvað er í gangi þeirra á milli. Bara eins og allt sem kemur frá þessari ríkisstjórn. Svo er nú Daði Már Kristófersson hefur nú talað, við viljum ekki fara að tala illum hann í návist Andriðu, Nei, ekki gera það. Besti vinur hennar sko. En hann er nú búin að tala ansi mikið og fjálglega hvað hann ætlar nú að bjarga hér svona Íslandi með ámenningarskyldunni. Já, hún fer ekkert að fara í gegn sko. Ekkert að frétta þar. Nei. Þannig að þetta eru svona, það er alveg stór mál sem að hún hefur bara svolítið svona drepið, já svona hefur ekki allan að leyft að hafa framgang innan sinna ríkisstjórnar sko. Í mínum huga er það mesta synd stjórnarandstöðunar að hafa ekki náð að þrýsta á stjórnarliða að koma því í gegn. Skapa alvöru tensjónar sko. Nei, það var náttúrulega gert, við vildum bara absolutt og öll stjórnarandstaðan vildi fá ámenningarskylduna í gegn en svo náttúrulega þetta líka afnema ámenningarskylduna og reyna að taka þess til í þessum stéttum þannig að sé nú hægt að losa fólk sem er ekki að standa sig í vinnunni viðskiptaráð og SA hefur nú fjallað mikið þetta núna yfir svona síðustu misseri en þú veist þetta náttúrulega þar kemur líka móti svona verkalýðsforustan er erfið og hún er mjög först fyrir þarna og það ekki öll vissulega en ég meina þú veist það er samt að háar upp þar BHM og BSRB og fleiri til sem að skrifa mikið og láta vita af sér og hafa náttúrulega ítök í gömlu samfélkingunni og þú veist það er náttúrulega líka fólk að passa upp á sig en svo snýst þetta náttúrulega líka það sem er náttúrulega mögulega að fara að gerast þarna kortir eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna þar sem að þau hafa svona náð að einhverju leyti og því miður að drepa eins og dreif með að íta þessari þjóðaratkvæðagreiðslu inn en náttúrulega þessi ævintýralega uppgjöf á stýringu efnahagsmála hér á landi sem maður náttúrulega mun enda með því ég meina var ekki Berglind og Íslandsbanka bara nú síðast hagfræðingurinn til að benda á það að þessi að kjarasamningar eru bara farnir skilur stefnir ekki neitt annað Nei, ég segi það, þannig að þá þú veist alltaf kannski að koma með þetta einhvern veginn ofan í það, ég átta mikið á því en það er svona Já, þannig að þetta er ekkert eitthvað brjálæðslega mikið búið að gerast á þessum þingi sko. Nú ert þú búin að fylgjast með íþróttum mjög lengi. Já, svolítið ekki. Og hefur einhvern veginn séð lið gefast upp bara í fyrri hálfleik? Mjög oft. Já, ég hef alveg séð að gerast en þá hef ég líka farið í útvarpsþættina mína eða sjónvarpsþættina mína eða skrifa fréttir og gjörsamlega látið heyra það sko. Og mér finnst umfjöllurinn þessa ríkisstjórn og sér í lagi hennar sko, stjarnfræðilegu uppgjöf á efnahagsmálum með 2 hagfræðinga í broti fylkingar en náttúrulega bara svona nánast bara til háboruna skammar sko. Já, það er mjög spes að sjá þau hvernig þau hafa einhvern veginn flaskað þessu alveg frá sér og svona gefast upp á eins og þú segir, stjórn efnahagsmála og þetta setja þá fókus á ESB. Ég kom held ég litla sko smá skýring á þessu, strákar, eigum við mynd sem að ég bara mandal til núna, Kristrún birti mynd af sér, var ekki bara 7. júní þarna er hún að þrífa húsvegg Bláan húsvegg, já ákveðin táttmyndi því Ég hef ekki séð fólk þrífa húsvegg með góltusku áður með bortusku fyrir ekki þau
Þannig að, þú veist, ef það er verið að beita sömu aðförum á stjórn efnahagsmála, þá kannski er það bara skýringin á því að þetta gengur svona illa, sko. Flestir nota, þú veist, slöngur eða, það er enda slanga hann að sé við þennan fótskur, en háþrýstidælur eða eitthvað svona, sko. Já. En ég hef ekki oft, og ég held bara aldrei séð fólk þrífa húsvegg með bordu, sko. Nei, sko, það segir í stórkostluðu lagi... En myndamómentis vissulega til staðar. Þetta er alltaf geggjum og líka hvað hann er glöð, sko. Já. Það er alltaf ótrúlega skemmtilegt, en það er alltaf að þrífa hann bláan vegg. Það er svona alltaf einhver staðar svona í hennar ímynda hægstjórnar höfði, þú veist, er hún sjálfstæðismaður og svo gleymdi hún sér og lendi í ykkur villu vegar. En þetta svo er þetta sko, eins og þessi mynd og allar þessar sjálfur af henni. Af því að nú svona kannski svona, þetta starf mitt fyrir þingflokkin svolítið svona fjölmiðlar og svona ásýnd og narratífa og eitthvað svona, skilur við, svo bara margt í mörgu og reyna að græja hitt og þetta. Að þá náttúrulega líka mist að náttúrulega fylgjast mjög vel með hinum flokkunum og þessi markastofa samfylkingarnar sem er náttúrulega margfalt öflugri heldur nokkuð tíma sko stjórnmála hluti samfylkingarnar sko margfalt öflugri að minna sjá allar alltaf takið bara eftir, farið bara og svona ef einhver nennir, ef bara er heima og sér ekkert að gera helgina skoðið bara þegar sjálfurna koma og að hvaða tilefni og hvað í gangi, ef það eitthvað svona vesen, ég veit ekki hver hvort það var, þú veist, Doddi eða Arnar eða bara Óli Kjaran sjálfur eða eitthvað, sko, að það er svona eitthvað rosalega vondumræða, og þetta er ekki djók, sko, ég er ekki grínast neitt núna, eitthvað svona vondumræða efnahagsmál, búm, ein góð sjálfa, 1000 like, og gaman, svo svona eitthvað ESB allir eitthvað undir því, það kemur alltaf eitthvað, þú veist, þetta snýst ekki neitt annað en þess að brjálaðislega miklu ásýndar pólitík sem þessi samfylking stundar. Og nú er alveg, sko, nú er eignast sér þjóðarhöllina. Já. Það gerði bara nákvæmlega ekki neitt í því máli. Annað heldur en Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hefur gert. Og bara loksist ný þjóðarhöll við tryggjum velferð Íslendinga. Bara, herru, kalma. Bara, þú veist, kalma. Já, þetta er... Andrea, þú skrifar nú mikið þú ert nú bara með þína starfstöðuna og snýra á þingi? Já, stundum. Þegar mikið er í gangi þá er ég mjög mikið þar og ég get alveg sagt ykkur það að þessa sjálfur og Kristrúnu og fleirum þarna, þau eru svo brosandi og það er svo gaman og æðislegt. Þetta er ekki sá svipur sem að ég sé hvorki hérna niður í þinginni í ráðherrabústanum. En kannski er það meira ég... Það er eitthvað tengt þér þá kannski? Já, ég ætla ekki að fullera neitt það, en þetta er allavega ekki svipriði sem er mér mjög kunnuleg, sko. Sko, það stundur sagt þú veist að við sjáum náttúrulega reglulega, við erum bara að minnast aðeins á það hér, sko, gömlu samfylkinguna og nýju samfylkinguna. Það sá alltaf mist bara í umhverfis- og samgöngunefnd að það er verið að breyta rammaáætlun og setja... Það er verið að taka verkefni sem að Jóhann Páll hafði sett í, nýtingarflokk eða ekki? Jú, sem hann lagði til að fara í nýtingu. Og þar eru þingmenn gömlu samfylkingarnar í umhverfis- og samgöngunefnd að taka verkefni og setja þau í biðflokk. Er ekki Dagur B. fremstur í flokkið þar, Eggertsson? Jú, þau reiði mistök, svona, hvað var það því að Jóhann Páll er nú í fórustusveit þessara nýju samfylkingar og bara í algjöru leiðtoga hlutverki þar. Að ekki veit ég hvernig þeim datt þetta í huga að setja Dag B. og Ásur Berglindi þarna inn í umhverfis- og samgöngunefnd því að þau eru til dæmis búin að stoppa í fyrri rammanum Urriðafossinn og núna í seinni rammanum Hamarinn, setja það í bið í staðinn fyrir nýtingu. Nýttu bara eitthvað brot í fyrir rammanum og núna er þetta, þú veist, eitthvað teravatt og ég ætla ekki að vera bara leiðilegur hérna, bara fínt að græja 1 teravatt af virkinum, það er nú, þú veist, að verið svona smóltið stoppi. Ekki veitir af, hárétt, en það er auðvitað skrítið og svona til marks það sem að Andri er að segja og við erum að tala svona nýju og gömlu samfó svona svipriði og hvað þetta er ótrúlega gaman hjá þeim. Jóhann Páll Jóhannsson, þetta er engin skemmtikraftur, sko. Skilur við, þú veist, þetta er ekkert gæði sem bara gengur bara brosandi og bara tekur því einhverju svona gaggríni eða einhverju mótbár og bara eitthvað létt. Þú veist, það veit að það allir á þingi, ég held að hann tala ekki við Dag og Ásu, sko, hann fær bara sínar upplýsingar og umsam frá, sko, Maríu Rut Kristinsdóttur formanni, sko. Hann og Diljá Mist hafa verið svona félagar, sko. Diljá er alltaf, þú veist, við getum tekið bara auka þátt í hana og þá vini sem að hún á þinginu, sko, og nú mikil skellibjalla, svona kröftug skellibjalla sem að vil nú, á nú svona marga skrýtna vini, allan finnst mér, sko, en sjátt á hana á, Það sem er skrýtið við, sko, þú veist, gamla samfélkingin er alltaf einhvern veginn svona reiða samfélkingin, en nýja samfélkingin er alltaf pirruð. Já, nákvæmlega, stórkostleg lýsing á þessu, sko. Þannig að er það ekki svolítið, fangar það ekki svolítið svona hvernig þetta er í dag? Ég held að það sé bara hárrétt greining. Já, en við erum alltaf glöð, við hörum ennir. Já. Já, nema, þú veist, ég er alltaf reyður alltaf daga, sko, en það þarf ég að
svona vera að glíma við þetta fólk, Já, sko. já, já. En svona síðan alltaf teki bros með þegar ég sé bara vinni minna og svona þá sem Já. að geta talað um ykkur alveg mál. Ferði í golf og svona. Fer í golf og eitthvað. Reynir nú að hafa stundum svolítið gaman, en þetta er erfitt, ég skal alveg viðurkenna það. Það er erfitt að halda sönsum hann, sko. Höldum áfram, við sáum ég fekk send, ég sá að það er mikið var að fjallum í dag, ummæli sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, við þurfum að setja okkur headphone fyrir þetta, lítið falla í, sko, áður en við spilum Kleiparastrákar, Þorgerður Katrín alltaf mætir ekki, þú veist, í neinn alvöru viðtöl þar sem hún fær einhverja kritík, þú veist, hún mætir og ég sá að hún var í einhverju viðtöl á, hvað heitir það, Gímaldinu daginn og núna hérna á samstöðinni, að Birni Þorláksinni. Gefin það, hún mætti samt í, og ég er ekki að gefa henni mikið þessi daginn og bara ekki neitt, en hún fór nú samt í yfirherslu til Frosta. Hún gerði það. Já, hún gerði það reyndar. Hann stóð sér vel þar. Þannig að, já. En Aldjan gerði það hárrétt hjá, sko. En hún mætir hérna í rauðaborðið, nei, heitir ekki rauðaborðið, þetta heitir bara samstöðin. Og er að fjallum fundi... Soðbólustúdíóið. Já, ég er að fjallum fundi íslenskra ráðherra með bandarískum ráðherrum, forsætisráðherrum og utanríkisráðherrum. Heyrum hvað hann segir. Hvað forvera mínir í starfi hafa verið, hverja þeir hafa verið hitt og þeir hafa verið að hitta nokkuð veginn sömu aðila í bandaríska stjórnkjörunum. Davíð Oddsson náði aldrei að fá tvíhliða fundi með forsendum Bandaríkjanna á sínu tíma, fór kannski floti með Norðurlöndunum en tvíhliða fundi... Það er ekki einu sinni þótt Hannes Hólmstedt færi með honum. Nei, og síðan við erum að sjá það að hvað forvera mínir í starfi... Sko, þetta er mjög hallarslegt kommentandi hjá Birni Þorláksinni sem er einhvern veginn svona, já, við getum fjallaðan fyrir hans. Bara 40 árum á langur tíma. Það er föstudagur, við skulum ekki eyðileggja helgina. Nei, bara hann bara endar hann á samstöðinni og gott og vel með það, sko. Hún talar um forvera sína og ég minni svo að Davíð Oddsson, hann aldrei ekki fund með forsetum, tvíhliða fundi, sem alltaf bara ekki rétt. En sko, Davíð þetta var utanríkisráðherra og ef hann vissi forvera sína, hann var líka forsætisráðherra. Þannig að hún kannski, það að nefna hann sem best dæmi er ekki endilega sniðut. Þetta sjá hún bara myndband frá því þegar að Davíð Oddsson hitti George Bush, að mér minnir á afmælisdegi Bush, sem að afmælingt í júlí. Já, óskáðan til hamingju. Þannig að Bush þetta tók á mótunum í The Oval Office. Þetta er bara svona, þú veist, típisk pólitík, hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera og auðvitað getur hún að hún sá, því að fólk náttúrulega snöggreitist eins og við hægrimenn gerum nú kannski, við erum fljót upp á tærnar þegar við erum að gera lítið úr Davíð Oddssoni, sér í lagi og svona eftir hann fjallum frá. Já, sko, og er nýlega látin. Já, en sko, bursið frá honum, þá er þetta bara, þú veist, þetta er bara svo hallarst. Já, það er sér að segja. Þarna er yfirlætið einhvern veginn svona hámarki, sko. Já, því hún getur varið sig með því, eins og ég sá nú þau miður að stórverið minn Jakob Bjarnar var nú að komin til varnar, svo þetta var alveg rétt þar sem var að segja, hún vísa til forvera sinna, en nefnir hann sérstaklega, sem er náttúrulega bara mjög hallarislegt og bara mjög ljótt fyrst mér, skilur við, af því það er verið að gera því skóna að hann hafi engan hitt, en eins og Kristján Jóhannesson, samstarfsmaður þinn, benti nú á í undirritni fæslunum hvort það var nú bara hjá Tóta, að þá var nú þvílíkur listi af forsendum og bara sko ártöl og hvað sem hann hafði vissulega sem forsendursráðherra, þannig að jú, fullyrðingin stendur alveg utanríkisráðherra, en hann var sko forsendursráðherra hvað í 12 ára, 13 eða eitthvað, svo utanríkisráðherra þarna bara í korter. Og Kristrún er ekki búin að vera hitta neitt heldur, sko, hennar forsetisráðherra, það er bara þessi ríkisstjórn hefur ekki verið. En munurinn samt bara sá að, þú veist, og ég meina, herru, ég er ekki móðgæður hönd Davíðs, hvað þetta verður, sko, mér finnst þetta bara svo hallarslegt komment hjá hann, og þetta er svona kjánalegt. Og það sem gerir hana að kjána. Og hún er líka að reyna náttúrulega alltaf að íta athyglinni frá því hvað hún fer ekki til Bandaríkjanna. Já. Það virði sem svo hún sé miklu meira að reyna að reka fleig í sko samstarf okkar og Bandaríkjanna og öll þessi ár sem að við höfum notið vendar og bara þjónustu og ég veit ekki hvað og hvað frá Bandaríkjanum. Diljá, að því voru nú að minnast á hana, nú dugleg að halda þessu á lofti og fá mikið kredit fyrir það, hvað hún er bara, fundirnir hennar eru, þetta er bara ESB, hvað var, á síðast ári voru 8 ESB-fundir, 0 Bandaríkin. Svo fór hann daginn og hitti, vara Vassberan, skilurðu, og bara húsvörðin og vara og veit ég hvað, og hitti eina konu sem er lykil kona, Friðjónsson, þekki nú mikið til í bandarískum stjórnmálum, sagði mig frá því að þetta er gríðarlega reynd kona í utanríkismálanefnd, en hún er að hætta á næsta ári. Þannig að þú veist, skilur við, það var það svona það besta. Þannig að ég sammála hallarislega. Það er svo gaman að hugsa til þessa því að það er Kristrún og Þorgerður, ég er ekki viss að Bandaríkjaforseti viti yfir höfun svona bara hver þar eru með að við fjárveru þeirra og áhugaleysi. En sko Donald Trump,
elskar Katrínu Jakobsdóttir. Það fræg sagan af því þegar að Guðlaugur Þór Þórðarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, þá utanríkisráðherra ætlaði að taka í spaðan á Trump en hann sá Katrínu Jakobssona fyrir aftanan og Gulli lána hann bara flatur með skófarið í andlitinu og því hann var bara Katrín og spenntur fyrir henni hann að meira sá sko vinstri græn anti-NATO Katrín Jakobsdóttir var meira undir vængnum í Bandaríkjunum heldur en Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Svo alltaf munum við að Clinton hjónin heimsóttu nú Davíð og Ástríði hérna þegar Hillary Clinton var þá öldúdeldaþingmaður og var að ferðast hérna og Bill Clinton var að fljúga frá Írlandi og hafði gefið út bók þar sem hann var að kynna lent á Íslandi, hitti hana og þau fóru í heimsótt í Davís þannig samskipti vera til þannig samband vera til náttúrulega bara í gegnum áralöng samskipti og samtal sko 100% sem að Kristrún og Þorgerður og séu líka bara munin á Katrínu eins og þú segir svona, verður ekki mikið vinstri sinnaðri og kannski ekkit eitthvað svakalega hliðhjöld Bandaríkjunum en að því að sko Þorgerður alltaf að tala og síðast Facebook status bara áðan, allt gert fyrir íslenska hagsmuni. Nei, við sjáum að það alveg augljóslega ekki málið. Við erum einhvern veginn, við erum sem þjóð í algjörum klopningi, í einhverjum kostningu sem muni enda 51 eða 52, 49, 48 annarkot veginn, hvernig sem það verður 29. ágúst. Allt út af einhverju þráhyggju, einnar konu á að komast til Brussel, skilur, sem að mér finnst persónulega bara stóru undarlegt hvernig þetta einhvern veginn bara byggt á hennar óskum einnig saman og bara alls ekkert að standa vörð endalaus íslenska hagsmuni eins og tollar og muni ekkert gera en þarna konan skilur sem var samt aftur til að benda á, bara virkilega hugsa íslenska hagsmuni sko, þó að ég hef verið ósammálinn í öllu hinu vantarlega sem hún snýst í pólitík sko. Og það er ekki að sjá á svipnum á henni hún hefur verið að njóta sín þarna En eitt kannski hérna í viðbót við þetta að hérna, nei það er farið. Já. Að ég var með eitthvað í viðbót og svo bara... Ég ætla bara að fara í frumæri og segja endurskona með á þetta. Ég ætla að setja endurskona á sig ummælið Þorgerðar. Ég vildi taka þetta af göttunni, en þeir fóru að vísi þetta sko. Það er að koma sumar á svona... Já, þeir sögur bara herði, hún segir forvera og allt þetta skilur, setjum endurskona á þetta, gefum henni sens á að laga þetta. Þetta er svona skærgræn endurskona með. Já, bara þú veist, hún er 2 vikur. Talandi ESB, hérna, strákar, ef við kíkja á Epic stöðulinn, hvernig stendur, já, það er bara hann óbreyttur síðan síðustu viku. Það er negið ennþá 1,6. Mér Íslendingar samþykkja aðildarviðræður ESB er spurt á Epic Bet. Stöðutar á já eða 2,5. Þannig að negið nú ennþá líklegra. Þú segir að það fari 51-49. Er það? Ég er ekki búin að sjá úrslitin. Nei, ekki frekar nokkur annar. Ég held að þetta verði alveg svakalega tæft sko. Þetta er bara þá reyndar ekkit við hvað þú sko dreipur niður á landinu en massin hér í höfuðborginni mun svona finnst manni vera já, ég hef svona smá áhyggjur af því hvað voru ótrúlega margir á að sjá fundinum og svona gerði mig smá svona. Það er líka bara búið að pakka svo inn í eitthvað svona einfeldningabúning og maður, það skipta einhver máli að segja já, það er einhver afleiðingar, við skulum bara sjá en máli er það að hérna höfum það í huga fyrir að fyrsta að þú getur alveg myndaðir skoðun gegn Evrópusambandinu þráttur og vitur ekki hvort að það verði eitthvað undanþágur í sjávarútvegi eða ekki. Ég fyrir mitt leiti að þessi atriði sem við vorum að tala að sjá hvaða samningu við fáum þú veist, þetta er aðalega sjávarútvegurinn og kannski landbúnaðurinn. Þó svo að við fengum algjöra eftirgjöf þarna að þá væri ég samt á móti inngöngu í Evrópusambandið af því að við vitum bara svo óbúslega mikið sem að vegur bara miklu þyngra heldur en að fá allar þessar undanþágur. En það að pakka þessu inn í bara eitthvað, já, það hefur einhver afleiðingar, bara sjá samningin og tökum afstöðu þá, það hefur afleiðingar, þetta setur gríðarlegt álag á alla stjórnsýsluhina á Íslandi, eða stjórnkerfið, það er fjárhagslegt líka, af því að við erum nú bara að tala að meiri segja með fjármála áætlun sem að þó er bjart sýnni heldur en breyttar forsendur gefa til kynna og þó vorum bjart sinn fyrir. Hún stendur og fellur sko með 1 milljarði hvort að það nái að snúa úr mínus í plús. Og já, þannig að þetta mun hafa áhrif á forgangsröðun fjármuna. Það eru önnur verkefni, brínverkefni, ekki síst í efnahagsmálunum, sem að missa fókus, sem að fara út af teikniborðinu ef að það verður ennþá markmiði. Nema það ætla bara að gefa það markmið upp á bátinn og bara reka þetta í halla til þess að fá einhvern samning hann í Evrópusambandinu, ég veit það ekki.
fólk þarf að gera sig grein nú er ég eftir búin að gleyma segðandi röddinni fólk þarf að gera sig grein fyrir því að það hefur áhrif að segja já það er ekki bara spurning að sjá eitthvað samning það er líka spurning forgangsröðun næstu árin og hvert peningarnir eiga að fara fólk, það er svona, mér finnst það margir sem gerir sig ekki grein fyrir því hvaða ferli hefst 1. september þá það segja já. Nei, þetta er náttúrulega miklu auðveldara narratív að senda út það sem að þau eru að gera og það er auðveldara fyrir fólk og fólk er gínkiftara fyrir þessu því að það sem að aðrir anstæðingar eru einmitt að gera er að benda á þetta sem að Andri er að segja að þetta er ekki bara, við segjum ekki bara já svo líður 1,5 ár þá kemur bara eitthvað blað sem verður sendt bara í öll hús og bara getur skoða hvernig samningurinn er það er allur undanfarin eins og þegar margótt verið farið yfir hér bara hvernig þetta leggst á stjórnsýsluna, hvað þetta kostar fyrir utan það er ekkit víst að þessi ríkisstjórn verði bara við völd þegar að þú veist þegar þetta mun koma til kosninga. Það verður ekki einn bóndi kaupa sér traktor Nei, svo er allt þetta einmitt og mér finnst það bara svo það mun hægja á alls konar þáttum í hagkerfinu Já, sjálfsögður þegar fólk veit ekki, þau tala ekki annað en fyrirsjáanleika hver er fyrirsjáanleiki þú ert eitthvað með yfirvofandi aðild að ESB menn að það er ekki mesti ófyrirsjáanleiki sem er til það verður ekki mikið starri en að því sögðu, það kom hugsunin sem ég misti áðan, hún kom til mín aftur Já, hún er þessu tengt eins og hugljómun Getur spólið tilbaka þetta klippað inn í þarna en þetta er eiginlega meira viðeigandi núna en og það er það að sko nú þegar eins og staðan er núna í þinginu er ekki þing meiri hluti fyrir aðild að Evrópusambandinu Svo er það Svo þegar að samningur liggur fyrir þá þarf að gera stjórnarskrárbreytingar og þá þarf aukin meiri hluta í þinginu. Svo þarf að rjúfa þing. Svo þarf að rjúfa þing þannig að fyrir utan allan kostnaðinn, allt álægið á stjórnsýsluna, riðluna, forgangsröðun og allt það, þá eru bara næstu í engar líkur á að þetta komist í gegnum allt þetta ferli að það verði bara aukin meiri hluti á þingi fyrir ESB. Það er ekki að fara að gerast. Þannig að núna í mínum huga er bara í þessum töluðu orðum verið að eyða orku og peningum og kljúfa þjóð í herðar niður, svo ég vitni nú í Kristrúnu Frostadóttur fyrir kosningar að í algjörri erindaleysu og ég veit að Viðreisn veit þetta sjálf, þannig að þú veist, þetta er bara, ég spyr bara hafa menn enga sómakennd Ég held að, og nú ætlum ég ekki að fara að þykjast vita meir en Epic, en ég myndi alveg setja því miður kannski smá peninga á jái núna, því að það kom þetta moment svona í júní núna, alltaf þetta verið apríl eða eitthvað, sko hún kynnir þetta 7. mars og mælir fyrir þessu 9. mars þar að segja Þorgerður Katrín og hún er alveg skilin eftir og skeri í 2 mánuði, af því að Kristrún ætlaði svona ef að segja, standa við sitt eins langt og það myndi ná, þar að segja auðvitað var hún búin að setna þá að svona fara gegn sínum frægu orðum í CS After Dark og hún skilur hann eftir að skeri, hún ræðir ekki þetta og samfélkingin er ekkert með henni í þessu, bara alls ekki það var ekkert komið upp í ræði fyrir utan alltaf Dag B sem að gera eins mikið á gat til þess að pirra hana sko, sem er alltaf ógeðslega fyndið sko, þó að þetta sé líka verið ógeðslega hann pirrandi því hann er svona, hefur alveg hann bankar á allar dyr staðrenda og bara það kemur enginn heima sko og svo bara skelfilegt að sjá en svo aftur til að vitni í þessa uppgjöf þeirra í efnahagsmálunum að þá allt í hennu bara svona sáu við að Þórður Snær fór að skrifa meir Evrópusambandið og drulli við þá sem voru á móti í fekk enga þátt hjá Téðum Birni Þorláksinni til að útskýra hversu vextir væru frábærir og bara svona allt í einu datt samfélkingin í gang á sama tíma og þá var ljóst að fjármálaáætlun stæðu og fjalli með þessu milljarði, forsendurinn voru brostnar og þá einhvern veginn á að redda þessu með ESB og hvort sem að það sé til þess að drepa umræðan og dreif eða bara hreinlega til þess að reyna að redda sér út úr þessu sama hvaða vont kemur, fattar þú? Ég er það ekki bara í smá sjokki en það eftir sveitastjórnarkosningarnar og útreiðina sem að samfélkingin fekk þar og allt bara varð blátt að þau svona áttu þess á því að það að einhvern veginn halda sér til hlés var ekkert að hlífa þeim fyrir áhrifunum af þessum ákvörðunum og kannski ákveði bara annarkvort þarf að standa með þess og reyna að rífa þetta upp á þessum forsendum eða bara halda áfram að tralla niður, sko. Það gæti verið pæling. Ég ætla ekki að hvetja fólk til að setja á jáið. Nei, ég held að þjóðin taki skynsama ákvörðun. Ég vona það. Ég tristi þjóðinni. Sko ég ætla bara ég ætla bara að vitna í Ricky Gervais þegar að hann var með uppistand hann var nú að tala um þetta í tengslu við Brexit þjóðaratkvæðagreiðsluna sko, það sem hann sagði bara let's stop asking
the average person, því þetta íslensku, hættum að spyrja meðaljónin að svona pólitískum málum og vitið ekki hvað meðaljónin heimskur við erum með flöskur af klór sem að stendur á ekki drekka fjarlæði þá merkingu af í 2 ár og höldum svo þjóðaratkvæðagreiðslu og ég segi bara þessi orð eru orðasönnu hér í dag. Svo eitt með Bretana, ég mætti bæta bara öllítið við það, því að nú hérna mikið samar, Guardian mætti nú með, var þetta ekki bara ekki í dag, svona, nú vilja þeir fara, nú ætlar verkalýðsflokkurinn ætlar að gera það sama, þeir ætlar að redda sig með að koma sér aftur inn, ætlar Manchester borgarstjórinn komst á þing í gærkvöldi og mun náttúrulega baka starmerinn þegar hann farið tækifæri til þess og Durham ætlar með þá bara beint aftur í ESB til þess að redda málunum þar. Og það sem að nú hef ég séð svona nokkur að vera að taka upp þessa sem bara síðast á mitt á Facebook í dag, maður er að fara að hætta á Facebook, maður er að fá bara heilablóðfall að lesa þetta að þá var maður sem ég þekki ágætlega, samstarfsmaður þinn fyrirhandi okkar, sem var að setja þessa grein á neti og svona segja að nú þurftum við að kíkja í pakkana því að Bretarnir hefur svo algjörlega klikkað á því að fara út úr Evrópusambandinu. Bretarnir klikkuðu ekki á því að fara út úr Evrópusambandinu og ég ætla ekki, þá má auðvitað gefa með eitthvað smá slaka að daginn sem þeir fóru út formlega var sama dag og mældust 2 smitt af veirunni skæðu, skilur þannig að þeir fengu það í fangið. Það er ekki afsökun. Afsökunin er náttúrulega sú, ef að afsökun má kalla, að þeir voru náttúrulega með fábjána sem forsætisráðherra og alveg ömurlega ríkisstjórn. Og þau voru bara að taka það á sig, enda ennú, hún kemur í vinkonum mín að reyna að redda því sem að redda verður hjá íhaldsflokknum sem að gengur nú erfiðlega. Auka hrósdagsins, hún er flott. Hún er mjög flott og er að vaksa, en ég er bara að segja að þeir bara gjörsamlega, að ég mætti eitt svona ljótt orð, bara drulluðu á sig þeir voru komnir út úr Brexit. Það var svo mikið, auðvitað alltaf kostaði sitt að halda fólki á launum heima, ég veit það, en bara hvernig þeir klikkuðu í tollum og hagvexti og fóru ekkert að minnka regluverk, allt sem þeir voru búin að lofa að gera innflytjendamálum, allt sem þeir voru búin að lofa að gera leiðum til losna út úr Brexit, því þeir voru nú heldur betur að tala bákni þar, svo gerðu þeir ekkert í sínu eigin bákni, þannig að þetta er eiginlega sömu mönnum að þakka og kenna þar sem það var nú stór eins og Daniel Hanna, Íslandsvinurinn sem átti nú stóra þátt í þessu svona, og þeim að þakka er komast út, en svo var þetta í raun og veru Íhaldsflokknum líka að kenna hvernig fór Bara eins og fyrirnefnd kem í orðað einhvern tíma að Íhaldsflokkurinn alltaf talaði til hægri en stjórnaði til vinstri. Frábær, það er bara frábær lýsing. En þetta er samt líka alveg umhugsunarvert dæmi fyrir okkur Íslendinga að því að fólk segir, við erum ekkert að tapa fullveldinu ef við förum hana inn og ef eitthvað að verða eitthvað breytingar og okkur fyrir ekki að hugnast þetta lengur, þá er hægt að fara út aftur. En við getum ekki tekið því sem gefnu og við færum út og fengjum aftur að vera aðili að EES í kjölfarið. Þannig að það, þegar þú komin þarna inn og er komin út úr þá í rauninni þessu EES fyrirkomulagi, þá meikar allan daginn sens að vera inni í ESB frekar en að standa utan þess með ekkert, Þannig að þá verður, það er ekki bara þú fær tilbaka í það sama, þú fær tilbaka þá í ennþá meiri óvissu og það myndi hafa gríðarlega slæmar afleiðingar. Þannig að það að bera það fyrir sig að þú getur einhvern veginn bara bakka út úr þessu einhvern tímann ef að þetta færi allt einhvern veginn á vestaveg og henda okkur ekki, það er ekki þannig. Ég sá að þú varst með fréttur undan síðustu helgi, varst að fælla matvöruverð sem er búið að vera svolítið mikið umræðinni. Það fór bara vel í fólk. Það var allir hressir, Sáum að Samkeppniseftirlitið ákvað að taka slaginn með ríkisstjórninni fyrir ESB aðild, eftir að hafa fengið 30 milljónir frá ríkisstjórninni hátt matarverð á Íslandi, að fjalla hátt matarverð á Íslandi. Þú ert með frétt í Morgunblaðinu, Andrea. Já. Á laugardaginn einma rétt. Það sem að þú fjallar það að matarverð á Íslandi sé í rauninni lægra með við heldur en gengur að gerast í Evrópusambandinu með að við ráðstöfunartekjur, sem er auðvitað kannski svo mælikvarði sem að þú átt að miða þig við. Ég ætlum ekki að fara að lesa upp alla fréttina, en viðbrögðin við þessu hafa verið auðvitað mikil. Og bara eru enn í dag. Já, þau hafa verið það. Náttúrulega fólk vill bara horfa á það sem á því hugnast. Þannig að jáararnir, þeir vilja miklu frekar horfa bara á verðlagið eitt og sér og vera einhvern veginn tortrygnir gagnvart því að setja þetta í samhengi við ráðstöfunar tekjur og vilja bara taka svona highlights og skýrslu Samkeppniseftirlitsins. Ekki öll fréttin þarna fyrir neðan er tilvitnun í Konráð Guðjónsson, það er endar því miður misfórst í fréttinni að geta þess að þessir framreikningar sem voru gerðir til þess að ná þessu svona samanburðarhæfa þeir koma frá honum. Þannig að það er maður sem að ég treysti
örugglega mönnum best til þess að fara með svona gögn og það eru engin gimmicks í gangi í þessum útreikningum það er engin bröð sko. Þetta er bara nákvæmlega sem aðferðir, þetta er framreiknað, það er notuð sömu verð og samkeppniseftirlitið og Viska og aðrir eru að nota þannig að ef að fólk myndi raunverulega ekki bara þetta getur ekki staðist, þetta er ekki eins og er í frétt heimildarinnar í dag bara ekki upplifun neytendasamtakan og ég veit ekki hvað farið þá í tölurnar og gerið þessa útreikninga það er ekki flókið, þetta byggist bara á grunngögnum frá Hagstofu, ESB, Eurostat fyrir þá sem eru hagfræðingar, reiknið ykkur bara til og sjáu hvað kemur út úr því en auðvitað er líka ríkt í Íslendingum að það sé svo allt svo ógeðslega dýrt á Íslandi og sko það fer til Spánar og þá bara lifir það eins og kóngar en það er náttúrulega bara að lifa eins og kóngar á íslenskum launum Já, þetta er bara æðislega íslensk laun og borga mat á Spáni. Já, ég segi það. Og ef við ætlum að fara að bera bara saman strípað verðlag og setja það ekki í samhengi við ráðstöfunartekjur fólks og kaupmátt, af hverju þá ekki bara bera Spán síðan saman með Marokko sem er þarna rétt hjá vinsælu Íslendinga eigum Spánar, en er cirka með helmingi lægra verðlag heldur Spán. Djöfull Spán dýr. Afsakið orðbræði Já, mást að banna að blóta í þjóðmálum Svo er líka bara þetta er svo fyndið með, og ástæðan fyrir maður er nánast, það er ekki komin júli og maður er að kifast upp á þessari umræðu að þarna kemur frétt velunin frétt í Morgunblaðinu með tilvitnun í Konráð færasta hagfræðing Íslands tölurðan bara dregnar af bara official síðum, það er allt sett upp í graf, farið yfir þetta og það er viðtal og þetta er borið fram í Morgunblaðinu og það verða allir snældu vittlusir bara sjáuröturna mokkir og og bara fara og bara leggja eld að árvokri, bara eins og skot á sama tíma er formaður utanríkismálanefndar með ómálefnalegustu og oft bara bull myndbönd á Facebook sem að tugir þúsundar stundum sjá mismunandi hvort sem að reyndar að kaupa í taco eða pítsu og fullir bara eitthvað 20-25% lægra mataverða því að gerðist þarna eða þarna hann segir það ekki einu sinni, það bara þetta gerðist þegar Svíþjóð fór inn bara 20-25% ekki tekið til að það var bara í x tíma og þetta þykir bara þetta er bara eins og rannsóknarblaða að með það sem Andrea er að gera Já, hann líka gagnrýndi fréttina mína og kom með eitthvað aðra tölur sem það eru frá eitthvað, ég man ekki hvað þetta heitir eitthvað númi og numbi og blablabla ég man ekki hvað þetta heitir, en eins og Konráð bendir á í athugasemdana, þetta er svona self-reported gögn, þetta er eins og að byggja staðrendir á skoðanakönnun Reykjavík síðdegis á Bylgjunni, þetta er sjálfvalið úrtak sem að skilar ykkur, þetta er alltaf algjörlega marklaust og lýsir náttúrulega kannski ákveðnu vantrausti formanns utanríkismálanefndar og viðreisnar prins á Hagstofu Evrópusambandsins sem að greinin í Morgunblaðinu byggir á og nú er ég aftur farin að gleyma að nota sigðandi röddina og bara beðið hlustendur afsökunar á þessu kvæsi Ég grínið þessu myndböndum en er þetta ekki bara það sem kallast bara upplýsingaóri eða? Þetta er ekkit annað Þetta er ekkit annað það er bara verið að bera fram einhverja tölu sem var svona cirka bótt rétt í einhver tíma einhver staðar Ég maður í COVID, þá var voru lúðarnir á fjölmiðlanefnd voru með svona könnun þetta er að þekkja falsfréttir það verið og voru með svona kannanir og leiki og eitthvað svona gerði rosalega mikið úr þessu Við getum kannski byrjað á okkur svoleiðis núna Þetta er eins og þegar Fyrst erum við að gefast upp í baráttunum við ykkur og þá þurfum við að finna sér eitthvað annað að gera Þetta er eins og þegar 75% þjóðarinnar sagðist skilja veiðigjaldafrumvarpið sem er alltaf bara algjört kjaftaði Ég ljósa þess að ráðherra skildi það ekki eins og Já, hún skildi það ekki eins og þess Við myndist hér á Pál Gunnar og þarna sjáum við nú útætt hjá fjölmiðlanefnd með falsfréttirnar upplýsingaóriðina þannig að nú hafa nú vel eitthvað þurfa hann að finna sér að gera Já þannig að ég er með 9 manns á launum Já, herðu, síðan og var að fá, 30 milljóna styrk frá atvinnuvegar á þeirra viðreisnar til þess að hafa eftirlit á dagvörumarkaði og taka slægin með þeim Já, og koma því á framfæri að verðlag á Íslanda matvöru sé 55% hærra en í Evrópusambandinu Það var vísu sanginseftirlit ekki fjölmiðlanefnd sem fekk styrkinn
Já, ég var að tala um vorum við, Já, við vorum að þá eru þið komin lengra. Já. Heyrðu þeir bara afsakið mig, Ekkert ég er En ekki ég mínu ætla besta hins vegar- formi hérna í dag. Nei, já, ég ætla að Við erum að fara í skeið. Já, við erum að fara þangað. Já, Bara, við erum að heimsækja slæm. Pálgunnar. Heyrðu, ég er bara í frábæri formi, ég er á undan ykkur. Ef að heyra hans í Pálgunnar. Já, hvernig væri Nei. það? Þú veist, mér langar alltaf að segja nei, en við erum gestur hér, þannig að við ekki gera það. Já, við Sko- Gísli erum miklir aðdáendur. Já, og hann okkar. Já, elskar okkur. Sérstaklega þín. Áður við kveikjum á þessu. Við náttúrulega, sko, við unnum náttúrulega saman á Morgunblaðinu við Andrea og fjöllum það á sínum tíma þegar að Svandís Svavarsdóttir, þáverandi matvælaráðherra, réði Pál Gunnar í svona hitjob, eins og það kallast, svo í slettuna aðeins. Hvað er gott íslenskt orðið við það? Hún sigaði sangisetturinn á sjávarútveginn. Já, Munum ég við því? segja það. Ég held að við séum ekki að nota leigumorð. Nei, það var kannski svolítið vel í lagt, en ok, og lét sangisetturinn hafa 55 milljónir króna til að sigaði þeim á sjávarútveginn og lét sangisetturinn krefjast gagna frá sjávarútvegsfyrirtækjum til að kortleggja eignarhaldi sjávarútvegi. Þessi umræða búin að vera eiga stað lengi. Ég bara sama og Dagur var að gera núna. Já, í rauninni, nema þú veist, þarna bara beitti Svandís auðvitað bara eftirstofnun sem hefur ríka valdheimildi til þess. Einmitt. Valdheimildi sem að hvorki ráðuneytinni hún hafa. Jú, bara gerði verktakasamning, sko. Já, og það var ekki umboðsmaður Alþingis sem að komst að því að þetta væri bara ólöglegt. Við vorum á Nei, var það ekki hérna, hvað heitir nefnd samkeppnismála? Já, áfrýjunarnefnd samkeppnismála, já. Ég held að það veri hún sem hafi komist að þeirri niðurstöðu og hún var ofboðslega afgerandi. Hún algjörlega sló á fingur þeim báðum. Já. En það var þetta algjör kjaftaði samskiptin. Ég skrifaði alveg greinaröð upp úr samskiptunum sem gengur milli ráðuneytisins og samkeppniseftirlitsins í tengslum við þessa vinnu. Og þau voru náttúrulega bara algjörlega galin. Fyrir þá sem að vilja lesa það og bara googlið þetta. Þannig fyrir utan þessa skýrslu og hvalveiði bannið sem var síðan ekki bann, þá stóð Svandís sér bara vel. Já. Annars bara góð. Svandís er alltaf verið tröst, sko. Var í leikskóla hjá Stasi, en þú veist, við látum það ekki tökum. Herðu, þetta er Páll Gunnar að tala, Páll Gunnar er fórstjóri sangisettirlitsins, fyrir þá sem ekki vita það. Þetta er hann að tala á fundi hjá Vaffer í síðustu viku. Og í fundur sem kemur í kjölfari þessa umræðuskjal sem að eftirliti gaf út daginn matulverð, við erum aðeins vísa í það hér. Alveg fáraleg skýrsla og við getum hrakið hann í mörgum orðum og höfum aðeins gert hér. En heyrum aðeins hvað hann hefur að segja. Þetta er mjög djúpt og innihaldsríkt. En það er eitt sammert með fyrirtækjum í fákeppnisumhverfi, þau upplifa öll mjög mikla samkeppni. Runólfur FIB situr hér út í sal og hann man eftir viðtölum og samtölum við stjórnendur olíufélagana hérna fyrir síðustu aldamót. Þeir upplifðu mjög mikla samkeppni og fyrirtækjastjórnendur í fákeppnisumhverfi þeir upplifa erfitt rekstrarumhverfi. En þeir búa ekki við umhverfi þar sem þeir verða að reka fyrirtæki sín betur. Og þið takja eftir því að fyrstu viðbrögð hjá Viðskiptablaðinu í gær þegar við gáum út þetta umræðuskjal var að draga fram Eurostat tölur að rekstrarafgangur íslenska fyrirtækja væri ekkert meiri heldur en annara. Mögulega er það rétt á sömu sviðum. Mögulega sjáum við samt ágætis rekstrarafgang á mörgum fyrirtækjum sem eru neytendaþjónustu. Kjarni málsins sá að samkeppni snýst ekki bara verð, hún snýst gæði og þjónustu, en hún snýst líka að fyrirtæki sem að búa í samkeppnisumhverfi þau verða að reka fyrirtæki sín betur. Þannig að fara að bera saman rekstrarafgang algjörlega út úr kú við þessar aðstæður. En það er eitt sammert með fyrirtækjum. Þetta eru bara rosalega mörg orð ekki neitt. Ég heyrði bara Frikadór bara og þau tala, segja ekki neitt. Þetta er náttúrulega stórkostlegt, sko. Ég bara, mér líður bara svona... Hvað var hann að segja? Nú bara, það kemur á orð að Hanna-Kata hafi ekki bara borið hann út og bara wow, ok, það voru smá mistökun á minni hálfu, ég held ég þurfa að finna bara einhvern nýjan. Einhvern annan verktaka. Ég er á endurgreitt. Það var bara upplifun sem er tilfinningar, sko. Þetta var bara svona eins og einhver upplifir það að KR sé besta lið á landinu, það veit allir að Víkingur, sko. Síðan kom bara svo dregur hann fram, svo sagði hvað Viðskiptablaðið gerði. Þeir komu eitthvað svona staðrendir. Hann er greinlega álíka hrifin af þeim og okkur. Já, það var mjög... En hlustu þess að það var bara svona, svo kemur Viðskiptablaðið og hvað gera þeir? Þeir komu með svona faktúal tölulega staðrendir. Og það gæti alveg verið rétt, sko.
en upplifunin ekki svo sama bara herðu. Gæðin, nei, sko, ég vil nú bara taka ákveðin dæmi hérna, af því að ég heyri hvað segja, ok, já, það ekki hægt að sýna fram á þetta með ekstra niðurstöðunni, en sko, gæðin á þjónustunni. Og þetta líka sko að tala að Engin dæmi síðan það, Nei. en ok, horfum á eitthvað þar sem við getum kannski sagt að það sé svona fá fyrirtæki í sömu starfsemi. Horfum á íslensku bankana, horfum á olíufélögin. Ef ykkur hefur hérna farið til útlanda meðal annars upp á meginlandið, þá vil ég bara segja að íslensk olíufélög og íslensku bankarnir með gæði þjónustu eru bara mjög framarlega. Ég hef ekki séð, ég hef ekki bara upp there, top tier sko. Já, þetta er bara upplifun þín sko. Þetta er bara upplifun mín. En sko ég bara veit, þú veist, það er bara margir af stóru bönkunum eru ennþá þannig sko, þú veist, þeir eru ennþá með ávísanir og þú veist, þeir eru með app til að leysa þér út en þú þarft að taka mynd af ávísunni og þú veist, þetta er bara eitthvað, þetta er alltaf eitthvað svona. En það er líka þetta með sko að fyrirtæki getur sé ekki neittir til að reka fyrirtæki sem betur. Herri, menn þurfa bara að finna leiðir á hverjum einasta degi til að gera það. Og það eru maturverslanir eða aðrir, þú veist, þeir sem að reka ekki fyrirtæki sem betur, þeir verða bara undir. Og gleymum því ekki að það eru bara ríkisfyrirtækin sem að geta sofa verðinum og allir í kulnun og einhverju vesenni sko. Og gleymum því ekki að það sem þú ert ekki að ná að keppa á rekstraniðurstöðu, það segir okkur ef að rekstraniðurstöðan er ekki berið með sér, að þá eru þeir ekki að ná að keppa á verðum. Og ef þú nærði ekki að keppa á verðum, þá þarftu að keppa á einhverju öðru. Já. Þetta var bara að spila þess að kleipu, hún er svo yfirmáta vitlaus. Ég er þetta að spá því að Páll Gunnar hann verður í opnum viðtali í heimildinni einhvern veginn seinna og bara með sér við því hvað umræðan sækilsætlis og ósengjörn. Við erum bara hérna svona eins og mýmið á konunum með hérna allar jöfnurnar og starffræðitákninni kringum höfuð á sér af því að ég skil bara ekki hvernig hann fær þetta út. Þannig er ekkert að nota tölur. En ég er alltaf bara heimskona. En á hvern rétt daginn. Þetta sjáu ekki myndina. Þessi. Sjáu ég búlistrákana, þeir eru svo spottor. Þeir eru bara svo ótrúlegt sko. Bara þeir eru komin langt fram á okkur yfir þetta. Svakalegt. Herðu, höldum áfram. Það eru fleiri mál sem að, ég ætla bara að staldra stutt við. Ég sá til dæmis að í síðustu viku greint var því að það var Rósa Guðbjörnsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, og vakti athygli á því í þinginu að skatturinn er þessa dagana að herja á bílaleigur þessa lands. Er að endurtúlka lög eða endurtúlka reglur það hvernig bílaleigur endurselja tryggingar á þess að fara mjög djúpt í það. Það er ekki allar bílaleigur sem að stundi þetta en bílaleigur fengur fyrir nokkrum árum heimild til að selja tryggingar með, þú ræður hvort þú kaupir ykkur auka tryggingar þú ert að lega bíl, því það geta sem hefur leikt bíl og nú er að skatturinn að endurmeta það hvernig menn hafa gert það, hvort að menn hafa selta með virðisaukaskatti og svo framvegis eða virðisaukaskatti eða ekki og svona margar af stærri bílalegunum er að fá endur álagningu núna í hausinn, allt frá 500-700 milljónum króna. Já, sem sagt það er í rauninni, túlkunin er eitthvað breytast frá því sem að menn stóðu í góðri trúum og fengu leiðbeiningar að núna eigi þetta að vera virðisaukaskattskylt. Þannig að þeir eru ekki búin að vera innheimta virðisaukaskatt en eiga núna greiðan og þetta hleypur okkur 100 miljóna á sumar bílalegunar. Þetta er náttúrulega alvöru strik í reikningin í slíkan rekstur. Heldur betur. Er þetta ekki það sem að Jens Garðar kom með breytingartillögun daginn? Jú. Sem að var síðan fellt og Ingvar Þóróts fór upp og sagði, þú veist, þetta er góð punktur hjá þér. Við getum bara ekki viðurkennt hvað þetta fór illa hjá okkur, þannig að við ætlum að laumið svona í nefnd og örugglega eignum okkur þetta sjálf en við erum ekki að segja já. Engar áhyggjur, Tómas, ég sá í viðtali við fjármálaráðherra að hann er að fylgjast með. Hann er að fylgjast með. Daði Már, vinur minn er að fylgjast með. Það var akkurat punktur sem ég vildi koma inn á sko. Það er fjallamni þinginu, Rósavíkur aðtiklási þinginu já, og bara það er mikið rós fyrir það. Síðan er Daði Már Kristoffersson, vinur þinn, hann stendur upp hann er sem spurður þetta í óundirbúnum fyrirspurnum í þinginu og hann segist bara að hafa ágjör af þessu og hann segir fylgjast með. En skatturinn sé sjálfstæð stofnun. Eitt punktur sem hefur ekki komið fram í þessu máli er skatturinn var brjálaður út í Morgunblaðið út af aprílgabbinu af því að við settum eitthvað aðeins meira álag á skrifstofu þeirra í einn dag og svo fara þeir og þetta er svona sem þeir koma fram í fyrirtækin. Ég held að við þurfum að skatturinn verður alltaf fórnarlamb Gabba Morgunblaðsins sér eftir. Það fóru 2 starfsmenn í kulnun eftir daginn. Í viðbótu hérna 100. Það er, punkturinn þessi. Þú veist, ráðherrann segist það á áhyggjur sem fylgjast með.
herðu, það eru stjórnmálamenn sem taka ákvarðanir í þessu landi, sko, ekki embættismenn. Við getum ekki alltaf verið svona háheiluga að láta bara embættismennina og embættiskerfið taka allar ákvarðanir. Ef maður ætla að fara að endurtúlka einhverja skattareglur, þá hljóta stjórnmálamenn að geta haft þetta í skoðun og skipt sér að því. Annað standa bara upp í pontu og segja, já, við viljum fylgjast með þessu, við má ekki gera þessu. Síðan sko stjórnarandstaðan einmitt að gera það. Ég meina, þú veist, þetta er bara nákvæmlega sem stjórnarandstaða að gera, vekja þarna athygli og þú verður líka að geta tekið því. Ég meina, þú ert ekki að fara með 60-70 fullkomin frumvörp alltaf í gegn. Ég meina, allt í lagi kemur bara góð ábending fyrir Rósu og Jens Garðar leggur fram breytingatillögu. Getur verið að embættiskerfið gerir stundum einhver mistök? Er það möguleiki? Það er sama hvaðan gott kemur, en Gísli, mér finnst þú gefa fólki svona full mikla svona tiltrú sem að vill fara inn í Evrópusambandið varðandi það að hafa ekki áhuga á embættismenn fari með öll völd hérna. Þetta fólk vill nákvæmlega það. Það vill gera sem minnst og það vill eitthvað embættismann taki ákvarðana fyrir þau. Smá útúr, þetta verður kannski vont útvarp, en strákar, geti googlað kílómetragjald vísir, að því maður langar bara að sýna ykkur talandi skattin og svona kemur þú í veg fyrir 2 kröfur og það sem kemur komment frá aðeins neðar, þetta komment og kerfi, má ég lesa þetta ekki sliða? Já. Að því sko fólk bara, ég ætla að beða fólk að setjast niður, að þetta er semst frétt það hvernig þú losnar við 2 kröfur frá kílómetragjaldi. Sýniði Tómasi mildi. Þetta er snilld sko. Ég treysti þér. Kerfið virkar þannig að í hverju mánuði færðu svokallaða bráðabirgreiðslu sem er svona hálfgerð fyrirframgreiðsla. Þú greiðir hana í upphafi mánaðar fyrir næstliðin mánuð. Ég held að fullt af fólki viti ekki svo næstliðin sé orð sko. Þegar þú skráir næst aksturstöðu ökutækisins eru þau tímabil þar sem að ekki hefur farið fram endaleg álagning og uppgjör gerð upp. Þannig að þú skráir aksturstöðu í hverju mánuði færðu alltaf þessa bráðabirgreiðslu fyrir næstliðin mánuð og uppgjör fyrir mánuðin þar á undan. Er þetta eitthvað flókið það? Og þetta er yfirmaður frá skattinum að tala. Yfirmaður frá skattinum að útskýra hversu ótrúlega þægilegt systemið er sko. Svo ringir bara einhvern tíma milli 14-15 og kortur yfir 2, skilurðu, og bara þá, þetta græðist þetta, skilurðu. Systemið er náttúrulega algjörlega galið. En svo vísa ég í orð mín var þetta kílómetragjaldi frá því ég var hérna síðast. Já, ég elska kílómetragjaldi. Það er líka gert fyrir okkur á höfuborginni. Þú segir þetta ekki við Tóta vinn okkar. Ég vil fá útaskjaldi líka í bara beina rukku. Bara það á alltaf vera í Ég vil fá það í hálfgerði fyrirframgreiðslu sem ég greiði upp að mánaðar næstliði mánus. Ég vil bara að flestir skattar fari í greiðslusæla en þú veist, það er sann spurning hvernig útfærða. Þetta er náttúrulega alveg ótrúlega klaufaleg útfærsla. Ég skal bara þykja, þetta fór fram með mér. Þetta er geggjuf. Svo bara aðeins neðar þá er hann að tala um, spurður hvernig þetta hefur gengið. Bara hefur þetta gengið vel? Já, ég held við verðum að segja það. Þetta er stórt og flókið verkefni sem að tegir ángastum og svona. Við erum að leysa úr þessu. Það er mitt. 40 smáls fyrir að skýra einhverjum skra. Fólk að reyta hársitt bara ég ætlaði bara að senda þessa kveðju á Daðamá og segja, hafðu skoðun á þessu, ekki láta bíluröðna bara setja upp með svartapítur. Þessu verður breytt, ég hef engar ágjörð því, þeir bara laumið sér nefnd og ætla síðan að eigna sér þetta. Talandi bíla, eigið þér rafbíla? Þú ert rafmagnsbíla? Ég er rafmagnsbíl. Þú ert að koma upp svona amperstöð. Já, ég þarf vel að heyra í þeim að því ég þarf alveg svona eitthvað sérlausn, sko. Já. Bara, þessu eins og svo mörg öðru. Já, ég er smá prinsessa, það þarf staldið að hafa fyrir hlutunum í kringum mig. Ég keiri nú almenn díseljálk en kom í dag á rafmagnsbíl. Ég er á bílum Þóraðins Inga Péturssonar. Fekk að lána til þess að rúlla hérna af hennu á Alþingi þess að ég tók strætó í vinnuna. Sem er rafmagnsbíl. Strætóin? Nei, á stræt. Nei, ég er á rafmagnsbíl í dag, sko, frá Tóta. Vanalega ertu, já. Það er svolítið skrítið að Þóraðin Ingi Pétursson, ég er alltaf að reikna með að hann nætti díseljálk. Þetta er náttúrulega lánsbíl frá Íslenska ríkinu. Þetta, heyrðu, spillingin bara veit Þorvaldur Gylfason af þessu. Þetta var nú bara jáðan spurning. Já, fyrir ekki. En bara vinna okkar í Amper. Já, flottir. Og það er náttúrulega mikilvægt að vera með góða tengingu og góða hleðslu. Þetta er líka bara smart stöð. Hún er það náttúrulega, sko. Og ég sko sá auglýsingu frá daginn og var að skoða þetta sko, þeir eru með svona eitthvað áskrift og eitthvað þannig þetta er ekki alveg svona sami pakkin og þetta var fyrst, það voru ógeðslega klunnalegar og þetta voru ógeðslega dýrt. Þeir setja náttúrulega upp frítt sko. Já. Þannig að þeir sem þurfa hins vegar góða hleðslu og vantilega bara stöðugan straum, það er vantilega nýr meirihluti í borginni. Það er vantilega þá tengið það bara á Hildi og Einar
sem að þurfa að taka nú á fjármálum borgarinnar. Við sáum að það komið rekstratörur í borginni. Loka hlæðslugatinu. Já, það loka hlæðslugatinu þar, heldur betur. Guð blessuðu, sko. Það var 4,6 milljónar króna halli á rekstri borgarinnar, A-hluta borgarinnar á fyrsta ársfjörðingi þess ás. Ég ætla ekki að fara djúpt í tölurnar, bara borgin bara rekið með tapi ár eftir ár og það bara engar áætlanir sem standast, þetta allt í tómri steik. Fyrir nú eftir hvað þú spyrir. Já, það fyrir alveg það akkurat punktur sem ég ætla að koma inn á. Já, Þetta er alltaf bara frábært. Ef ég hefði fengið að ljúka máli mínu, þá hefði ég komið að því. Við komum svo mikið, nú komum við föstar, Já. Já, ég bara Við frábært. erum alveg komin rúmlega hálfa leið niður í glasið, sko. Það er nóg til, það er meira fram. Já, ok. Bara eins og á ríkinu. Já. Sko, er þetta ekki bara svolítið eins og hjá ríkinu einmitt að sko nú erum búin að sjá fráfarandi meirhluta og Dabi Eggertsson þar á undan og alltaf þá meirhluta sem hann tjaslaði saman alltaf tala í einhverjum gaslýsingum um það að reksturborgarna sé bara í fínum málum vísa einhver skuldaviðmið sem enginn skilur og allt þetta. Og kom alltaf með eitthvað svo einskiptislið, það verið að redda sér á eitthvað argreiðslum og sölu svo bara fara í orkuvituna og mókað út úr henni bara Hinn botnlausa sjón orkuvituna. engin peningur þar til fyrir þær fjárfestingar sem það þarf að fara í að því að þau eru bara búin að standa undir rekstri borgarinnar og nágranna sveitafélögin okkar eru bara að borga síðan fyrir það í verðlæginu Húsið sem Davíð byggði og bjargaði nú, hann var nú svolítið En er þetta ekki bara svolítið eins og með að þú myndist ná hérna sko fjárlagahallan sko þá að vera samkvæmt áætlun þá að vera 1 milljarður í afgang á rekstri ríkisins á næsta ári. Við vitum auðvitað að það mun ekki standast. Samt búið að kynna, ég meina ég sá bara síðast í vikunum að Samfylkingin að birta á sínum samfélagsmiðlum einhverja myndir það að þeir eru hérna hallarins fjárlaga næsta ári og þau voru loksins búin að laga ríkisfjármálinu og allt þetta. Þið þekkið þessum ræði. Yes. Er þetta ekki bara nákvæmlega sama að gerast hjá vinstrumjörnunum sem að stjórnuðu borgin áður og stjórnar landinu núna þar sem þau bara tala út ákveðin hluta líkamannsins ríkisfjármál og opinber fjármál en það er ekkert að baka. Já, sko þið áttu ykkur á því, við erum alltaf bara komið með Reykjavíkumódelið úr borginni í stjórn landsins. Hver er framsögumæður fjárlaganefndar á öllu þessu bulli fyrir samfélinguna? Já, segðu Það er ekki Dagur B. Akkurat. En mér finnst þess samt full svart sínir á að 1 milljarðs afgangurinn nái ekki fram að ganga á næsta ári. Það er hægt að hækka skatta og þessu fólki er alveg trúandi til þess. Er hún að fara að verja Daða? Ok, ég skil. Okay. Arda Lára sagði náttúrulega daginn, formar þetta svo viðskiptunda, það er nóg til og það gengur vel sem staðar. Það bara þarf að fara að ná í þetta. Já. Það er bara að sækja meiri tekjur. Annars getur við fara að gera eitthvað gott við þessa peninga. En Hildur og Einar, þau eiga verkefni fyrir höndum. Já. Ég vona samt að þó svo að þau þurfa að loka þessu gati að þá gangi þau ekki að blant og stjórnarliðarnir sem eru svo uppteknir að því að fylla í öll gött sem að þeir geta séð og búið til að það þóra engin stjórnarlega á þinginu að mæta öðruvísi en með axlabönd og í nágranni þeirra þess að sé ekki fyllt upp í aðra gött, önnu gött. Nei, ég meina þú veist þessi það er nóg að gera hjá Hildur minni Þeir vita sem vita. Nei, Ef við sjá myndir á strákar, ég setti einhverja myndaða líka af mitt Facebook síðu Samfylkingarinnar, þarna akkurat ég gæti loksins hallarlaus fjárlög. Maður ekki að fara að gerast sko. Nei, sko Án skattahækkana. Takk ég nú eftir einu líka leið og við lögum vegi eflum löggæslu byggjum hjúkrunarheimili að fara á stað og verknámsskóla sem þú ætluðu ekki að gera en Stefán Vagn Stefánsson treiði og benti þingmaður Framsóknarflokksins benti þeim á að það var til peningur sem að þau ætluðu ekki að setja í verknámsskólan sem að hann bjargaði fyrir þau en allt er lagi, saman hvaðan gott kemur eins og Andrea segir látum lífeyri fylgja launum þú eru að reykja sér af þessu frumvarpi sko. Ég veit. Launavísitölunni sem bara svona fara að kosta marga milljarða til framtíðar Heyrðu sem að þau samt svóru af sér í atkvæðaskýringum með því frumvarpi launavísitöluna, tengingu bóta við launavísitöluna að nei, þú veist, þetta er ekkert alveg á sjálfstýringu ákvörðunin er alltaf hjá fjárveitingavaldinu á meðan að flokku fólksins héldi fram að þetta væri á sjálfstýringu og myndi bara alltaf fylgja þessu þannig að þetta er nú að kveðu við nýjan tón hér Já, bara eins og flest málin frá velferðarnefnd var bara Kristján Þórður hún var bara hent undir vagnin og sendur hérna upp með einhverja texta frá Þórði Snæ bara trekkar hann útskýra hvað þetta væri frábært en það voru ekkert aðrir sem að mættu þarna upp að bakka þetta upp sko En þau styrkja Ísland með að laga ríkisfjármálin og styrkja Ísland með nýrri þjóðarhöll og með þetta er bara stórkostið ríkisfjármál. Ég var bara komin á þetta því að við bara horfa átt í mörg ár gerist í Reykjavík þar sem við talað bara með einhverjum hætti opinber fjármál, stöðlnabendur, allt annars og svo er það bara eiginlega saman gerist hjá ríkisstjórninni núna. Þannig að, herðu, áfram gakk, ekkoskotnir.
Varstu að spila í Echo skóm úti? Ég var fyrri daginn í Under Armour sem var bara því við vorum sponsaði náttúrulega, vorum eina sponsaði lið, en ég fór í Echo skóna setjum daginn. Já, enda varstu þá að spila úrslita? Rétt. Þurftur að vera í... Já, 100%. Sko. Ég á tvenna Echo gólskó, það eru stórkostlegir. Og ég var að láta vinn minn kaupa líka. Það voru nú Echo skóri í velun í líka, Þannig að gólskór, það að segja. Echo Biom, fyrir það sem að fara að kaupa sér gólskó, bara get ekki mælt nógu mikið með. Já. Ég get sagt ykkur það og það bara sem betur fyrir það bara kallmenn eiginlega sem að hlusta hana það. Nei. Þú ert að ég veit að það, ég bara allar vinkonum mín að hlusta á þetta. Engar áhyggjur og horfa. En það er munið dæma með hart núna og þess vegna er ég að slá hana fyrirvara. Ekki fyrsta sinn. Mjög hart, ekki fyrsta, ekki síðasta. En nú er ég að fara játa dálítið að sko hælaskór sem ég hef gengið á í mörg ár er bara frá Echo. Það er þannig? Ég nefnilega manneskja þæginda og útlits. Það myndi enginn giska á að þetta væri og fer þetta tvent saman? Þetta nefnilega getur farið saman og það fer þannig saman í Echo hælaskór, bara algjörlega klassískt útlit, brúnutá, oddtá, hælar, og ég kaupi þessa sömu, ég keypti aftur og aftur, þeir eru bara svo mjúkir, þeir líður ekki eins og þú sért á hælum. Og ég get ekki mælt nósamlega með þessum fallegu hælaskóm og ég get ekki hugsað mér að ganga í öðrum fínum merkjum þegar ég drafst alltaf í fótunum á þeim. Hvaða vinkonur myndu dæmaði fyrir þetta? Fyrir að líða vel. Ég skila þessu fólki. Líða vel og lúka. Þú veist, þetta er af því að bara Echo hefur ekki verið kannski klassíska hælaskóa brandið sem að svona snopphænuna vinkonum mína myndu go for, sko. En það er bara á miskilningi byggt og það segi ég að skrifa af því að veljan skiptir líka máli. Ekki síður en útlitið og þetta fer saman. Þetta eru bara ekki alveg vinkonur. Nei. Fyrir þá sem voru að hlusta á þetta þá mæli ég endilega með því að þið kíkið á þetta á YouTube og fylgist með svona tómleika í augum okkar Gísla þegar Andrea var að reyna að útskýra þetta. Hversu oftur ég er búin að sitja hérna og ræða Herragarðinn og tala fallega Herragarðinn? Nei, ég var ánægður. Ég er bara að segja að við skildum ekki sko. Þið þurfið á þessu að halda. Reyndar skora ég á Echo. Við þurfum að passa upp á þetta. Já, ég skora bara á Echo að leyfa ykkur að prófa. Það hlýtur að vera til í svona stærri númerum af því að ungar konur í dag eru með miklu stærri fætur heldur við sem yngri erum, þetta er alltaf að stækka. Það hlýtur að hægt að finna hælaskó sem að passa á ykkur og leiða ykkur að prófa þetta. Saka, við klippum þetta út og það fær ekki illa ykkur í þessu. Búlistir, við klippum þetta út. Herðu, við undir þessum, með vinum okkar í Echo, þá hefur við verið með þennan lið þar sem að sko viðmældu stíga á svið. Hvað þurfum við að vera að ræða sem við erum ekki að ræða? Hvaða viljið þið koma með upp á sviðið? Í ykkar góðu skóm? Mig sem fjölmiðlamann til tæplega 2 áratuga árunni ég fór á þennan nýja vettvang þá fer alveg heiftarlega í taugarnar á mér að einkareknir fjölmiðlar, þetta frumvarp sem er núna búið að ganga svona ár til árs með þessa styrki til einkarekna fjölmiðla sem að, svo sem ég ætla ekki að segja góðra gjaldra vert en svona þú veist á meðan að vera að reyna að finna einhverja varanlega lausn en það er mjög augljósa sjálfsögðu. Við vitum hver hún er. Við vitum hver hún er og það það er ekki með hræðjar til þess að stíga ánga. Nei, en sko nú að vera að samþykja þetta frumvarp bara sagði konunni í hóttum vera að samþykja þetta aftur og núna til 5 ára. Þetta er kynnt sem einhvers konar hvað að segja, svona þetta á að vera einhver björgunarhringur fyrir fjölmiðla til næstu 5 ára. Ég er því algjörlega hjartanlega ósammála. Þetta er ekkit annað en 5 ára hengingaról fyrir einkarekna fjölmiðla á Íslandi, finnst mér. Þá bara verður einhver að fara að taka á rúf og þessi ríkisstjórn virðist ekki ætla að gera það og eiginlega þvert á móti sko, mér finnst þetta líka svo mikið leti hjá Loga og ráðuneytinu. Mér finnst þetta bara ótrúlega mikið leti að setja þetta til 5 ára, tryggja það að þið getur bara einhvern veginn þurfum ekki að pæla í þessum fjölmiðlum lengur. Vandamáli næstu ríkisstjórnar. Vandamáli, skilur þú þurfum bara að tryggja það að þau bara að þessu stóru 2 að þeir fór núna auka pening og þetta er allt vel á meðan, ég er ekki að gagnrýna frumvarpið per se, á meðan það er ekkert búið að taka á vandanum, auðvitað verður þá að hjálpa þeim eitthvað. Árvakur og Sín fá áfram 22 og 25, gleymið ekki að það var náttúrulega lækka framlagið þeirra eftir að þeir voru kallaðir óþægir og það hefur staðið sko, skulum ekki að halda því líka til haga. Ofan á þetta þá fá þau sem svona auka pening sem svona almannavarnarmiðil sem er líka mjög flott, já MBL og Vísir sinna oft bara miklu betri og öflugri fréttaþjónustu þegar kemur að einhverju náttúruvá heldur en ríkismiðilinn sjálfur og eiga mikið hróskili fyrir það. Þannig að það er svo algjörlega búið að sefa og svona
það búið að berja fjölmiðlana það mikið að meira þess að sko niður að umsagnir þeirra eru bara svona orðnar svona aðeins veika, það er vakið máls á að þetta sé ekki gott, en þeir eru bara einhvern veginn svo þakkláttir fyrir einhvern veginn að halda á lífi og þá er að tala aðalega svo stóru þegar hinir minni eru gríðarlega þakkláttir fyrir þetta. Þetta allt saman er gert á sama tíma og þetta ágæta ráðuneyti er að boða hér einhvers konar heildar endurskoðun á Ríkisútvarpinu í haust. Þeir náttúrulega gáfu núna út fyrra á þessu ári, hvort það var í febrúar eða mars, hann eitthvað 12 skrifa plan eða eitthvað, ég manni hvað er alltaf að gera. Það sem að þeir ætla meðal annars að setja 12% af auglýsingafé RÚV inn í einhvern pott sem á að renna síðan til einkarekna fjölmiðla. Þannig með öðrum orðum og líka það sko þá að gera fjölmiðlum það auðveldar vik að geta farið inn í RÚV og sótt myndefni og græjur og eitthvað sem að ætti samt í raun og veru vera bara almennt sko. Þú veist, sín af hverju er sín sem er kannski að fara að vera með eitthvað sjónvarpsþátt eins og við vorum nú ég var nú stundum að hjálpa til við að gera fótboltasjónvarpsþætti og eitthvað svona íþrótta, þá vorum við að sækja eitthvað gamalt myndefni og RÚV og borga fyrir það bara eitthvað $top. Það er allir löngu búin að borga fyrir þetta sko, bara löngu og svo bara er eitthvað konur hérna sem að gera sinna sínu starfi mjög ágætlega og svo er bara eitthvað 5 daga afgreiðslufrestur, bara þetta svona ekta ríkisbatteri, en það er verið að búa þarna til einhvers konar hraðbanka fyrir aðra fjölmiðla. Og hvað gerir það annað en að heldur betur bara efla þessa annars sko, þessa hákarla starfsemi sem er auglýsingastofa RÚV sem hefur farið svo langt fram úr sér, svo mörgum sinnum, fengið sko sleið á puttana í sko, ég veit ekki hversu oft bara síðust árin, eru að böndla pökkum, þeir eru í samstarfi, þeir eru farnir að gera hlé á í háluleika á stórum viðburðum, þeir hafa sko ryksu að markaðin oft, bara tekið Eurovision, bara HM og ég veit ekki hvað, trekk. Og ég veit ekki í hvaða heimi þetta fólk býr þegar það heldur að þetta muni styrkja einkarekna fjölmiðla að upphefja Ríkisútvarpið sem að við einhvern veginn þurfum að minnka til þess að leyfa einkafjölmiðlunum að svona vaksa og dafna og kannski fá eitthvað meira inn. Svo er ég að tala við þetta ágæta fólk. Við þurfum þetta bara að loka RÚV. Já, þú veist, allavega að minnka það rosalega mikið og þannig að það fari aftur í að gera það sem það á að vera að gera. Það er þetta að loka ótrúlega miklu á RÚV bara strax, bara til að vitna bara í hildi bjösk, bara straxtu, bara eins og skot og þá er þetta að losa þá mikið fjármagn og opna leiðir fyrir einkarekna fjölmiðla. En þetta, mér finnst þetta svo galið og svo fyrst mér svo, ég ætla að fá að nota orðið veruleikafyrt, að ég hef aðeins rætt þetta við aðstofmann Loga, sem er nafni minn Tómas Guðjónsson, sem að þeir hafa verið að mæla fyrir og ég var nú aðeins skólandi á Loga þegar ég kom inn síðast út af þessu fjölmiðlamáli og bara, ég næ ekki til, þú veist, við erum svo sikkorðum pólunum í þessum máli og svo var ég á hann þá voru mínu menna aðeins að baksast út í þetta og kemur Víðir Reynisson, annars ágættu félagi minn og þetta mörg ár út af, hann var alltaf með landsliðun og svona, bara akkur gerðu þið ekki neitt í RÚV? Fer spurning sko, algjörlega fer spurning, ég seg bara, ekkert mál, ég tek þetta á kassan, akkur gerir þið ekki eitthvað núna? Við erum að breyta þessu, með hvað? Að búa að gera það valdmeira sko. Þú veist, það er bara að vera 5 ár einhvern veginn í ólinni, þannig að verið bara stilt og meðan við einhvern veginn upphefjum RÚV, mér finnst þetta galið. Ég tek bara undir hvert orð sem núverandi starfandi blaðamaður, þetta er náttúrulega bara eitthvað svona prinsessuplástur á blæðandi sár. Já. Og það voru nú einhver stjórnarlegar sem voru með sigri hrósandi þegar voru að kynna þessar aðgerðir sem átt að gera og voru ótrúlega hissa á því að ég væri bara ekki fagnandi yfir þessu. Já, það er þessi veruleika fyrir ég er bara vanþakklátt sko. En máli er það sko að fjölmiðlar, að minnsta kosti stóru fjölmiðlarnir, þeir vilja ekki verða ennþá meira háði ríkinu. Við viljum losna undan því og bara fá að lifa við eðlilegt samkeppnisumhverfi. Já, svo benti Hildur Sverris líka á frábæran hlut í viðtölum MBL í fyrra dag eða eitthvað með þetta lýðræðishlutverk og hvernig það er bara eitthvað fólk, einhver nefnd sem að metur það hversu mikil lýðræðisleg stofnun hver og eitt fjölmiðill er sko, maður er bara, þú veist, what is this Russia? Já, ég sá þetta var mjög gott innleik hjá henni. Já, mér finnst líka gott hjá Hildi Sverrisdóttur sem að bendi á sko að ef þú myndir pæla í þessu, þú myndir setja þetta ágæta frumvarp inn í bara, þú veist, að þetta væri verið ákveða í Rússlandi. Það væru menn hér forviða. Hérna finnst þeim þetta í lagi. Hérna finnst þeim þetta í lagi. Það er kannski bara því að við höfum ekki lent í því að vera með einhverja Pútína við stjórn hér ennþá, en bara segi það, þú veist ekki hver verður við stjórn í framtíðinni. Þjóðmál, sko, við erum að undirbúa þróun að hefja afskráningarferli frá fjármálanefnd, kynna það síðar. En við höfum aldrei fengið og aldrei sótt ríkistyrki. Ætli við séum svona álitin af stjórnmálamönnum þátttakandi því að auka lýðræði eða lýðræðisumræðu?
Ekki öllum. Það er ekki bara svolítið hvað þú spyrir. Það er svolítið þannig. Mér veist bara að þetta er algjör og þetta er bara réttnefni hjá Andriðu, bara prinsessublástur en þetta mun ekki skila neinu nema að eftir 1-2 ár þá mun enn einn útlimurinn fara af íslenskri fjölmiðlaflóru ef það verður ekki gert sko. Það er skott að setja í góðum skóm, þetta var langt og góð innlegg. Já, fyrir ekki, ég ætla ekki að hafa þetta svona langt. Þú veist bara, ég sé ég ótala. Já, ok, fyrir ekki. Það er nema að þú fara að missa eitthvað útlimi En ég var að leiða að segja að þetta er bara nú fyrir næsta mál. Ekkert mál. Bara hérna. Kannski aðeins. Þetta var rétt á svona Stefán Einar. Þá dættum við hústak. Og fara ekkert að tala þetta. Ég svo að reyna að halda aftur að mér út að ég vil ekki gera alltaf klikkaða sko. Með röddinni eða? Já, ég gleymi alltaf þegar ég fer að flug og þá er ég alltaf bara Hvað ertu með? Heyrðu, ég bara er með sko, að þegar þú ert náttúrulega hérna bara að þjást í þínu, ég er með svona fagnar erindi. Já, gott. Eitthvað annað röddin þá? Eitthvað annað röddin, það er ekki fagnar erindi. En ég ætla að reyna að segja þetta svona með djúpu röddinni að Rauðatorgsröddinni. Ég hafði sigur í bítum gegn fjármálaráðuneytinu eða fjármálaráðherra. Já, viniðinum. Vini mínum Daða Má Kristófersinni sem er náttúrulega illa haldinn af leyndarhyggju og hann er alveg brjálaður þegar ég segi það. En það verður, það er samt þannig að hérna, þegar þetta Þórðarsnæs mál allt saman kom upp, þegar hann sem er framkvæmdastjóri þingflokks Samfylkingar Þú ert ekki að tala þegar þýska stáli kom upp? Nei, hérna seinna málið þegar hann ákvað að básúna fjárhæð bankaskatts á bloggsíðu þingflokksins þess bankaskatt sem hefur verið boðaður fullyrti að hann yrði 6 milljarðar króna bæði á þessari bloggsíðu og svo í skoðanagrein daginn eftir á vísi.is og þetta setur hann inn á bloggsíðuna á slæginu 15:30, það var augljóstur skoðar tímastimpilin sem er með fjölda mörgum aukastöfum eða skoðar kóðan í síðunni að þetta hafi verið tímastilt og akkurat við lokun markaða. Ég veit ekki með ykkur, en fyrir mér, þú veist, ég trú ekki alveg á svona tilviljanir án þess að ég sé að endilega ásaka mennum glæpi en þetta er allavega, þetta kemur manni spánst fyrir sjónir og svo í kjölfarið kemur fjármálaráðuneytið með tilkynningu sem er sögð unnin í samstarfi við, ég reyndar verðbréfamiðstöð Nasdaq en síðan var það leiðrétt mánuði síðar að þetta hafi nú verið Kauphöllin sem er ekki alveg sami hluturinn og að það sé ekkert búið að ákveða og þetta sé allt bara eitthvað svona eitthvað vangaveltur og ekkert fast í hendi ennþá. Þannig ég fer þá að hugsa þegar ég sé þessa tilkynningu í samstarfi við Kauphöllina að það þýðir vantilega Kauphöllin hafi haft eitthvað athugasemdi við þetta þannig ég fer að óska eftir því að fá þessi samskipti að því að mér langa að sjá bara hvaða athugasemdir Kauphöllin gerði við fjármálaráðuneytið í tilefni þessara fullyrðinga Þórðarsnæs og ég fekk sendgögn en það var eins og sést hérna á myndinni að það var búið að afmá hvern einasta bókstaf í tölvupóstum Kauphallarinnar og svo mikið sko að þú veist logoið er afmáð, netfang starfsmannsins þar sem sendir, ég gat ekki einu svona sannreint að þetta væru samskipti við Kauphöllina sko þetta hefði bara getað verið eitthvað sko en hérna og þau neituðu, þau reyndar samþyktu eftir mótmæli mín að afmá logoið og seinni hluta Nasdaq hlutan á netfanginu eftir mótmæli mín og hérna en ég ákvaði ekki við það og kærði þetta til úrskurðarnefndar upplýsingamála og hafði þar sigur, alveg afgerandi sigur. Það var ekki tekið undir með neinum af þeirra málsástæðum og meiri sagði sko mátaði nefndin þetta mál við sko einhverja málsástæður sem að fjármálaráðuneyti bar ekki einu sinni fyrir sig sko en einhvað síður að þá stóðst það heldur ekki skoðun þannig að þau höfðu ekkert til síns máls og ég fekk þetta hvern einasta staf afmáðan og það kom náttúrulega í ljós að Kauphöllin var að veltaði fyrir sér hvort að hérna Þórður Snær hefði með þessu verið að leka innherja upplýsingum úr ríkisstjórninni eða ráðuneytinu og svo verðastu taka því bara í ljósi þess að þetta hafi ekki verið réttar upplýsingar og þá hafi þetta ekki verið innherja upplýsingar en ég staldra samt við það vegna þess að í
praxísnum skiptir það máli hvort upplýsingarnar voru réttar eða rangar þegar maður sem er með augljós tengsl við þann stjórnmálaflokk þingflokksformaður hans sem er með forsætisráðuneytið heldur einhverju svona fram jafnvel þó að sé ranglega það þá ekki til þess fallið að hafa áhrif á markasverð þessara banka sem eru undir skráður banka óháð því hvort upplýsingarnar voru réttar eða rangar. Upp á tölu að gera. Já, en þá bara spurning hvort þetta séu innherja upplýsingar eða, þú veist, markasmisnotkun, stórt orð, ég ekki að saka það, en þetta eru vangaveltur, sko, hvort að þetta skipti máli. Er einhver eftirmálar á þessu? Já. Ég er að teka undir það, auðvitað áttur að fá þessi gögn bara afhent, ekki öll yfirstrikuð og fínt að það festu á lokum. Hvort að vera eftirmálar fyrir Þórsnæ, ég efast stórlega það, en hins vegar þá er þessar spurningar sem ég var að varpa fram hérna, þeim kannski dálítið ósvarað og það kannski þegar við höfum glufi í þessum Evrópumálum að þá það eitthvað spurningar sem við þurftum kannski að leitast við á Morgunblaðinu að fá svör við. Já. Þannig að þú veist svona bara common sense segir mann að þetta ætti ekki að skipta máli ef að upplýsingarnar eru til að svallnar að hreyfa verðkvort sem réttar eða rangar út af því að þú ert í þeirri stöðu að fólk geti trúað því að þú búir yfir innherja upplýsingum. Það meiri upplýsingum en aðrir. Og þetta mun auðvitað líka bara breyta því hvernig menn tala saman í ríkisstjórninni. Kannski menn tala minna kannski eða varlegra þegar þú eru snæri nálægt. Herðu, halda áram. Já, ekki. Við myndum sérna Hótel Akureyri áðan og Tómas var að barma sig við því og þú sagðist að gistanna í vor í kjörtumaukunni. Já. Já. Og naustis mikið. Nei, og þetta andiri bara svo einhver ungur herramæður á barnu sem er nú alltaf tilbúin að svona ef það 4 á fróni og miðflokkurinn kom hann seint og við fengum að vera aðeins lengur og, mikið, og morgun maturinn og salurinn þar maður lifandi. Já, sko. Frábært. Æðislegur staður. Frábært að vera þarna. Já, mér döðu langar til að fara þannig að, þú veist, ef það að fara að gefa þér gjafabréf, þá, ég alveg opinn fyrir slíku, sko, þó ég hafi ekki unni neitt endilega. Ég vann það og þannig að ég bara hafa það. Þú getur þetta flogið til Írlands og reynda að finna Já, reynda. Það stutt að fara. Ég geti bara Tvekja tíma flug. Já, ég meina það væri, sko, það var aldrei fíluferð hvort sem ég myndi finna gjafabréfið ekki. Nei. Fara til Írlands, Dublin. En sko sitjandi í þessu góða lobby, sko ástæðan fyrir ég byrjaði á þessum lið er að ég hef setið á Hótel Akureyri, bæði í lobbyinu og upp á herbyggi og lesið góða bók. Já. Og mér finnst alveg þægilegt að lesa, kannski fá sér eitt drykk eða kaffibolla eða drykk, þú veist, sitja í lobbyinu, lesa góða bók og bara svona vera kannski leið að fylgast eitthvað með mannlífinu kring sig og njóta þess að vera þarna á þessum flotta stað. Hvaða bók mælið með? Ef þeim var í sömu aðstæðum. Tommi, nú mátt þú byrja. Já, sko, ég Þið eru ekki undirbúin. Nei, ég bara viðurkenni að ég var búin að undirbúa mig fyrir allt nema þetta. Þú sagðir bók eða bíómynd. Já, eða sitja... Það er líka náttúrulega að vera upp á herbergi í þessum æðislegu rúmum og bara annarkvort horfa bíómynd, hvað sem það sé bara liggja ég hlið svona í tölvunni eins og ég var búin að mastera þegar ég var yngri, sko, eða bara kasta í sjónvarpið. Horfa góða bíómynd í Samsung sjónvarpunum sem eru þarna. Bara svo það, þú veist... Einmitt. Okay. Ég ætlaði bara að fara í mína uppáhaldsmynd og ef fólk bara svona það er svo mikið í gangi í heiminum, það er einhvern veginn alltaf heljarþröm, það er ESB umræða, það eru meint hallalaus fjárlög, Úkraína ífa upp í Rússlandi, þú veist, það er einhvern veginn bara trúmpa og þú veist, það bara er allt einhvern veginn í steik þess að tana, þannig séð, þó að sé svona sólið séð. Og takk fyrir komin í dag. Takk fyrir komin í dag. Nei, þá vil ég segja sko til þess að gleyma sér aðeins og horfa bara á mynd sem er svo einföld en samt svo falleg og hóf endurreist ferils leikara sem var nú ekki kenndur við slíkar myndir áður en að léki þessari mynd. Raun og veru mjög falleg fjölskyldu saga. Dóttir hans er rænt af hættulegum albönum. Hann er með svona ákveðin svona skillsett úr fyrri vinnu og trillar sér til Frakklands og hittir þar menn og svona, þeir enda lifa ekkert lengi þegar hann er búin að hitta þá lemur og líka svo fast sem ég hef alltaf hrifin á, sko. Ég er mjög mikið svona átakamaður þegar kemur á bíó, ég vil bara menn sem kýldir fast og skotnir mjög nálægt hausnum á þeim. Það er svona mitt Taken. Já. Bara horfa, þú veist, það er aldrei hægt að horfa Taken nógu oft. Nei.
Fannst þér Taken 2 og 3 jafn góð? 2 slapp fyrir hotn, 3 ekki. Nei, ég á samastað. Já, en það 1 er alltaf mjög góð, sko. 1 er stórkostleg. Ég Og svo get ekki náttúrulega annað en náttúrulega en önnur sería sko sem að hélt dampi 1-4 er náttúrulega John Wick. Það alveg myndir. En þetta bara, veistu það, þegar ég horfði á þessa mynd, fiskrækkar, við stóðum sko upp saman, sko ég var sko kílandi út í loftið eins og ég var í 5 ára, sko. Eftir að horta á Taken? Já, bara meðan ég var að horfa á Taken, skilur við. Já. Bara þegar hann hittir gæðin hann að gaurinn sem að er að spotta þar á flugvellinum og byrja að berja hann í nýrað. Já. Bara talaði við mig, sko. Já. Það þarf ekki alltaf að vera flókið. Ég hef getað komið inn og sagt eitthvað Shawshank Redemption eða skilur bara Gone with the Wind. Ég er ekki að mótmæla, sko. Nei, ég bara segja, þú veist, þetta er það sem ég horfa á. Ég er að ímynda mér bara liggjandi upp í rúmi á Hótel Akureyri að horfa á Taken. Að horfa á Taken? Geðveikt. Með eitt Viking Light úr lobbyinu? Nei, að vísu ekki. Ok. Kannski eitt svona. Já, því það náttúrulega er á krana þar. Þetta var ekki, þú veist, ég var ekki að keyra þvert á sponsið, sko. Nei, ég veit það. Illa seta mig. Ég skammaði Daniel aðeins daginn. Fyrir að vera bara með eitthvað lélegan bjór á dælu, sko. Það eini gallinn á hótelinu, sko. Mér er svolítið off-brand með hvað þetta er svona elegant að það sé ekki svona heimabjór. Vissu fyrir ekki að Vikingur heimbjór en svona aðeins meiri umf. Að því maður veit sko að ölgerðin stundar það að þú veist, að íta litlu bjórunum út, þú veist, ef þeir geta. Þeir eru alveg grófir með þetta. Ég veit ekki hvort að Coca-Cola European Partners séu eins með það, sko. En Páttgunnar ætti nú kannski að skoða ölgerðina frekar en matvörubúðnar, en það er umræða, sko. Hvað gerði ölgerðin þegar Gísli? Nei, þeir gera þetta bara. Þeir eru bara svo grófir í þessu. Nei, ég bara ætla ekki að... Keypti ég nægan tíma fyrir þig til að mæla með bók hana? Já, algjörlega, og ég bara ákvað að stökkva á það sem ég er að lesa núna. Ég ákvað bara að rifja upp. Þú ætlar að mæla með Taken 2? Nei, hún ætlar að mæla hérna með Fantasy eftir Hildi Sverris. Nei. Þú veist maður fyrst að svona í tilefni við röddina einhvern veginn. Það reyndar er góðbarauða serían. Nei, ég svona núna í þeirri stöðu sem að við höfum verið sett hér vegna Þorgerðar Katrínar. Já. Þá ákvað ég að dögu, já, gæti hún ekki bara farið í landvættina. Bara ermasundið eða eitthvað. En þá ákvað ég að heimsækja bók sem að ég hef ekki lesið alveg lengi, en flestir á okkar aldri, ekki kynslónu sem eftir okkur koma, hafa lesið. Og það er sjálfstætt fólk eftir Halldór Laxness. Já. Og þetta er tvíþætt, þetta er bæði sko því að þessi bók sat alltaf í mér þó ég myndi ekki einhvern söguþráðin í einhverjum, þetta var baráttumaður eins og Liam Neeson. Jú. Baráttumaður. Alveg eins. Og hann varð, þegar Halldór Kiljan Laxness, sem var náttúrulega kommunisti, skrifa þessa bók, það var hann svolítið að hæðast að íslensku þjóðarsálinni. En íslenska þjóðarsálinn hins vegar tók þessa bók og þetta bara svona var svona við erum okkar eigin herra og bara, berjumst fyrir okkar sjálfstæð, fullvalda þjóð. En ég heyri það svo mikið frá vinum mínum í meðal stjórnarliða, þeir líta á Bjart í sumarhúsum sem skúrk. Og finnst bara algjörlega galið og tengja ekki við að hann geti verið einhvern veginn svona þjóðhetja í augum margra sem hann hefur verið á vissu leyti, þó svo að það sé kannski eitthvað... Þá er yfirleitt búið að blinda það alveg. Já, bara, þannig ég er að reyna að lesa þessa bók núna með rosalega opnum hug og bara ímynda mér að ég sé í Viðreisn og reyna að sjá bara hvernig þau sjá Bjart í sumarhúsum sem skúrk og þetta er bara svona vísindaferð. Og ég mæla ekki endilega með að allir gera það sama, en ef þetta geti aukið svona eitthvað þjóðarstolt og viljan til að standa utan ESB-sambandsins, þá held ég allir eftir að lesa þessa bók. Já. Glæsilegt. Vel gert. Góð ferð norður, Hótel Akureyri. Horfa á Taken og lesa sjálfstætt fólk. Já, svo fremi sem að ef allt fyrir eitthvað sér á mér. Það er að hlusta það. Það er líka mjög konu sem ég svona först fyrir, þannig verður ekki skemmt þegar ég upplýsi að ég hafi týnt þessi Við ætlum að, við vorum úti, við komum heim bara í gær á 50 degi og ég hafði nú samt tíma til að kíkja hans á Kringlukranni í hádeginu dag og var svona að segja gestum í óspurðum fréttum hverju var að koma í dag. Þannig ég fekk nokkar spurningar, hraðaspurningar í lokin frá gestunum. Áður koma þeim.
Hér ætla ég að færa ykkur þetta góða súkkulaði frá Nóa Sirius. Sólmyrkva súkkulaði. Já. Nei, Almyrkva súkkulaði. Fyrirgeðu, eins og þetta fara með þetta rétt. Þannig að Hvað Ekki. takk ég þetta með ykkur. Þetta alveg svona, Þetta flott. þetta svona tourist boom, dæmi. Já, Já. þetta svona að maður tímir eiginlega ekki að opna þetta. Sko ég skal bara viðurkenna, ég hef ekki verið mjög hrifin af dökkum súkkulaðum. Nei. En suðusúkkulaði hins vegar getur maður borðað bara eins og engi sem okkur dagurinn. Jú. En þetta er svona dökkt súkkulaði með einhverju salti í. Með sjávarsalti. Sem við erum sjávarsalti, mótið já. svona bitterleikanum. Það er bara, já, þú veist, Þetta er eins og með Já. gráðostinn, sko, því eldri sem maður verður, því þetta er svona acquired taste, sko. Já, ég þurfti bara að passa mig, ég var með eitthvað lagar af þessu hérna, ég bara þurfti að passa mig að taka þetta ekki með heim, sko. Einhver staðar las ég að þeir sem að væru mikið fyrir svona eitthvað svona bitter en svo rosalega dökkt súkkulaði og eitthvað svona að þeir væru síðblindir. Að það væri eitthvað svona fylgni þar á milli. Já. Ég veit ekki með orsakasamhengi að væri allavega eitthvað fylgni. Ok. Og þannig að, þú veist, við erum allavega ekki síðblind. Prófaði að gefa Þórði stæði. En þetta er ganga á milli og að prófa. Herðu, hendum í nokkra hraðarspurningar frá gestum Skjóttu. Krinlu Kráarinnar. Hvort er skemmtilega að hugast með HM eða síðastu dögum Alþingis? HM. HM, Aha. já. Síðustu alþingi er skemmtilegt, margu oft en síðustu dagar eru dreip. Og mér finnst þeir bara að vera sérstaklega leiðilega núna, sorry. Ég veit, Nei, ég er alltaf að ranta þetta, mér hefur bara ekki fundist stjórnarandstaðan gera mjög gott mót. Mér finnst hún hefði að geta staðið uppi með pálmann í höndunum en einhvern veginn svona Hann alltaf getur ekki undir glóbraði. Já, ég veit Þannig að. En já. Sko aðeins svona, þú veist, fótboltatengt. Ég veit ekki hvort að þessi átt að beina spæti þín, Tómas, eða hvað, sko, en Víkingar eru auðvitað með 60 fórskoti í bestdeildinni núna. Já. Eiga reyndar útileika á móti Fram á sunnudaginn. Já, ég ætla nú að kíkja til þínu Þannig að við kannski hittust þar á vellinum. Algjörlega. Fáum okkur kannski eitt burger saman og setjum svo í sigur á stúkuna. Já. Ég hef heyrt sögur af þér í stúkunni. Já. Það er ekki allt fallega sögur. Nei, alls ekki. Þannig að Þú vilt ekki vera dómari þar sem ég er. nei, eða þjálfari að leikmaður, sko. Þú veist. Nei, Eða bráðan- ég læt nú áhörður í friði, sko. Hvernig ertu að leikja barna hérna? Já, ekki börn. Það er bara eins gott, því annars var ég bara gæðin sem var alltaf reikinn heim. Nei, við erum balluð, sko. Sorry, ég vissi Það ekki. er ekki mál. Var ekki gerð einhver svona sería þú svona brjálaða fóreldra? Jú. Jú, þegar ég var að hugsa, ég var að sjá þetta í Nei, því samingi. ég er bara þannig, ég skil ekki einu sinni þegar fólk er að flytja úr hverfum, þú veist, segjum að ég myndi flytja í Vesturbæinn eða eitthvað og bara hefði eignast börn og barn mitt verið í KR, skilur, ég væri bara gæðin sem myndi keyra það bara í Víking, sko. Þú veist, ég er bara þannig. Já, þannig. Já, en þú vilt ekki vera, þú veist, það eru nokkur, sko, náttúrulega upp á síðkasti hafa alltaf færri og færri leikmenn Víkings fengið úthellingar frá mér, sko, sem ég er mjög opinskál með og ég stend með öllu sem ég segi, sko. Þetta er ekki eitthvað, þú veist, ég er algjörlega ófeimin við að láta menn heyra, en hér á árum áður, þegar við ekkert gátum, þá hefur við viljað vera í stúkunni þegar ég var að missa vitið, sko. Þannig að nú hef ég svolítið einbynt mig bara að dómurunum. En er ekki, já, ok. Á þeim árum minnum með að Víkingur hafi verið kallað KRB í Vesturbænum og KRC samt var KR ekki eitthvað framúrskarandi heldur á þeim tíma. Það var líka kallaði KRC af sko KVF, af því að KVF vildi minna að Já, KVF, einmitt, já. KVB. Þeim var glemdum. Já, menna, þú veist, 60 fórskot núna, ég er svona á frammarðin 6 eitthvað hátta fórskot á sunnudaginn. Já, það getur þeir eru búin að spila. Þeir eru þetta búin að vera ótrúlega flottir og við, ég er náttúrulega búin að vera með fótbolta út á státtuna í 17 ár á hans að fá greitt fyrir og bladra þarna á laugardögum milli 12 og 2 eitthvað og við náttúrulega höfum alla tíð, ég og Elger vinur minn sem að sjáum með þennan þátt erum gríðarlegir Rúnar Kristinsmenn þannig að við gætum eiginlega ekki og hefum marga góða vini í Fram við tveir og þannig að við fögnum þessum árangri Framara og Rúnar Kristins sko gríðarlega var ótrúlega gaman að fara á leiki upp í Daldraumana þessa dagana. Eru þið að endurnýta sönguna frá KR hjá ykkur? Nei. Rúnar Kristins stúkan hristist? Nei, þú kannski beina þessu að Framarunum, ég veit það ekki. Já, fyrir ekki. Það hefur komið. Það hefur komið. Svo er líka þess virðið að fara á framleiki bara til að fylgjast með Stefánu Pálssoni. Já, ég hitt hann reglulega alltaf. Nei, ég segi bara... Bestamann þar? Já, toppmaður, sko. Skemmtilegasti kommunistinn. Já, hann er það. Bæja mæl. Já. Hann er skemmtilegi kommunistinn. Skemmtilegi fyrir Sko, það var spurning með þessu. Nú, fyrir ekki. Já, var þetta bara, var fyrst bara svona einhver... Nei, ég er komin langt í hugan. Ég ætlaði að fara að tala handboltaninn fram og svona. Ekkert mál. Láttu það eiga sig líka, sko. Við vorum endur sem við Einar Jónsson, hann verður áfram með kalla 3 ár. Næstu 3 ár. Ég hef nú nokkur sem fengið mér í glas með Einar Jónssoni, það er upplifun. Já, ég heldur betur. Hverjir falla úr bestu deildinni?
Herru, ég svaraði þessu í álitinu á fótbolti.net daginn og ég verði nú að bara standa við það að það verður bandalagið í Vestmannaeyjum og Þór Akureyri. Ég held að FH muni finna flötsinn áruna langt líður og það verða liðin IBF og Þór. Það er Já. Ok. Já, ég þegar ég var sem mest að fylgjast með þessum fótbolta, þá var ég það er komin þó nokkur ár síðan það sem ég var raunverulega bara að mæta á leikina og eitthvað. Þá gekk F-fáingum alltaf svo sjúklega vel, fimmleikafélaginu eins og það var kallað. Og þannig að ég fæ alltaf svona, ég er ennþá svona með þá tilfinningur, ennþá stödd á þeim stað sem ég var í kringum 2008 og eitthvað, gagnvart þeim, þannig að ég ætla bara að segja F-fá falli. Já, þeir eru neðstir núna. Maður það samt að setja smá fyrirvara á þetta að því að IBVF einhvern veginn ákvað að mæti síðustu 2 leikið eins og þeir væri bara Barcelona and the Skies. Það er bara eins og menn hafi einhvern veginn loksins skilið það sem Alexander Lind er að segja. Þannig ég svona bara gætu þeir verið góðir, þannig að FH þá í vesinni Já, ég veit ekki hvað það taka með sér en allavega FH. Það verða Þórsararnir. Eru mínir menn úr Keflavík en mun þeir ekki halda sér uppi? Jú. Ragnar Aron Ragnarsson með allt að lása á skrifstofunni þar og hafi ekki áhyggjur af því. Úr fótboltanum aftur niður á Alþingi. Já. Þú náttúrulega starfar þar, Tómas. Þú starfar mikið þar. Hvað er í hús? Það kom einn sem spurði þessu sem ég hitti á Grínakarni í hátíðinu. Hvað er í húsinu best að vera? Það er ekki svo sem 1 hús en, margar byggingar. Tómas hefur ríkari aðgang að þinghúsinu heldur en ég, þannig að kannski kemur hann með eitthvað óvænt. Vissulega hafa líka blaðamenn eða fjölmiðlamenn RÚV ríkari aðgang en ég að húsinu. Ég heyri það að þingmenn Flokks fólksins og Viðreisnar séu reglulega að láta, færa þið til hliðar eða vísa þér á einhver svæðum eða... Já, það er ég veit ekki hvort að ég held að Samfylkingin sé ekkert undanskilin þar. Ég náttúrulega dálítið í náðinni hjá Ingu Sæland þessa dagana. Bara eftir síðasta þáttur við hrósum henni svo mikið hástert Þú og Björn Brynjólfur komið 1. maí. Hún knúsaði mig alveg drasl eftir þann þátt Ég held ég myndi ekki ná andanum aftur, þetta var svo þétt famla. En já, hver sem það ég veit aldrei hver það en þetta svona eins og hitamælir á stöðuna í þinghúsinu, hvort að ég lendi í einhverjum óförum og lendi að vera rekin út af kaffistúr. En þingverðin og starfsfólk Alþingis allt saman hið dásamlegasta fólk en þetta hefur verið svona ákveðin tókstreita sem það algjörlega ekki þeim að kenna. Hún kemur náttúrulega bara frá taugaveiklegum stjórnarliðum. En hvað í húsinu best að vera? Hvað gerast hlutin? Hvað eru menn að ræða hlutin á komast að niðurstöðu? Eða hafa gaman eða hliðarherbyggin eru náttúrulega mjög skemmtileg. Sérstaklega ef það eitthvað fútt í gangi og það ákveðin fyrir okkur sem erum ekki beint lýðræðislega kjörin að þá ferði ekki mikið nær en hliðarsalir Alþingis. Þannig að maður fær að ákveðin upphafning fyrir sjálf mann að bara einhvern veginn vera þar. En þessa dagana eiginlega bara þingflokksherbyggi Sjálfstæðisflokksins Það er bara svo gott loft þar inni og það er svo ógeðslega heitt alls staðar á Alþingi. Þú myndir ekki trúa því. Það er alltaf ekki jafn heitt og hér. Já, okkar mönnum í bóli sem eru held ég að bara steikja okkur. Þetta nýja soðbólustúdíóið Þetta rosalegt en það líka bara í þinglungum og þá held ég þetta áuruglega við öll þingflokksherbyggin en þá nú mikið verið að skrifa og skrafa og redda og græja og gera og það er mikið að gerast og þá þingflokksherbyggi. Sjáu þið að það verður panik í einhverjum þingflokkum? Það bara kemur eitthvað upp á, það bara gleymist að hóa saman í atkvæðagreiðslu eða það bara eitthvað mál sem gleymdist að... Eftir að þingflokksherbyggi var náttúrulega tekið af okkur að þá eru þau náttúrulega búin að rotta sér saman á gamla ganginum. Þannig að við erum bara svo langt frá þeim. En maður hefur alveg séð þegar fólk bara hlaupa niður og maður verður alveg var við þetta. Heyra hurðaskelli og svo eru þingvörður mættur að spjalla við mig. Það eru helstu merki þess að það sé eitthvað panik í gangi. En almennt held ég við hljótum vera sammála það bara kafeterían í Skála er nú bara það sem að hlutinni gerast. Bæði að fá sér kökusneið og spjalla við menn og málefni. Það er skemmtilega stað til að vera. Það gera skemmtilegu samtölin. Já, það er skemmtilegu, það er bara gaman. Og svo náttúrulega lítur þegar Andrea fær nú að fara með daga sínum inn í fiskabúr að spjalla svolítið. Henni líður vel þar. Þá opnast nú hurðin ekkert fyrir aftur fyrir svona 6 tímum setna. Ég er ekki að dæma. Ég held að ég segi bara no comment þetta. Það er alveg sama hvað ég segi, þetta lítur ekki vel út. Hér fyrir aftan mig flaska Ólafsson
sem er ekki frá sig fyrir endur bara þetta Ólafsson gerir, þetta er ekki auglýsing, þetta er bara ég er að útskýra verkefnið. Já. Ef þetta var auglýsing þá myndi ég segja hún fængist í smárikinu og svona, þú veist. Við erum ekki En við erum ekki tíunda að því. það. Nei. En getið þið komið ykkur saman sko, hver er svona vinalegasti þingmaður meirihlutans? Meirihlutar? Stjórnar meirihlutans. Þingmaður, þá ætlum ég að segja Ingvar Þóroddsson. Mér finnst hann alveg... Já, við erum ekki að vera að gefa honum Ólafsson, sko. Já. Já, þú ætlar að fara að gefa... Já. Ég segi bara takk og bless. Er þetta bara að gefa viðkomandi þingmanni á mig? Ég ætla að býða ykkur kannski að getum við komið okkur þið tvö, sko komið ykkur saman það en þetta er alveg rétt hjá Andru að hann er Sko að gefa honum súkkulaði. Já, ég skal fara með þetta hann er ótrúlega vinsæll enda einstaklega geðfelldur ungur maður. Já, ég tek bara undir það En svona sko, það er rosalega mikið ég er ekki ég er líka bara aðeins svona kannski með svartari sál og kannski svona eitthvað en harðara utan heldur en margir sko. Ég er ekkert að blanda geði við þetta fólk sko. Ég á bara mjög erfitt með það. En það hefur þú verið frábær stjórnmálamaður í mitt. Þetta maður þarf að læra eitthvað skilur að og ég kannski minna mál fyrir ég er líka bara starfsmaður í dag skilur en ég get nú alveg talað um marga þarna. Mér finnst það svona konsensus sem vera einhvern veginn Ingvar og Sigurður Helgi Pálmason séu svona Sigurður Helgi Pálmason, en drekkur hann? Ég bara rekna með því, hann er alþingismaður. Já, ég menna það gera það ekki allir sko. Sigurður Helgi Pálmason Sonur Pálma Gunnars já. Fyrsti varaformaður hann er mjög næs utanríkismálanefndar, hann er mjög vinsæll. Við sko, að því ég hafi svo skrýtnum samböndum við þessa stjórnarlega, við heilsum alltaf hvort öðru ástin mín í og það er að því að einhvern tímann það var hann að tala og svo leita hann á mig og ég hafði speysast út og hann sagði, ástin mín og ég held að hann var að ávarpa mig og ég fór einhvern veginn hjá mér og vissi ekki alveg hvernig þetta vera, þetta var svo skrítið en svo þegar hann hélt áfram þá áttaði mig á að hann hefði verið að segja ástin mín í þess að spýtlinn og síðan núna ávarpu hvort annað alltaf svona á þessum rosalega vinalegu nótum. Þessi saga meikaði engan sens en ég segi bara gangi ykkur vel. Ég ætla að koma úrskurði í þessu máli að því að gelti á hann á hann og sé aðeins eftir því. Það er Víðir Einarsson. Já. Hann er vinalegastur. Er það? Já. Ok. Og fólki líður vel að vinna með honum svona alltjent sko. Já. Ég kynst svo lítilega á sínum tíma en svo náttúrulega bara Já, ég veit. COVID-tíminn situr í manni sko. Skilur þig. Þannig að ástin mín er átt og Víðir Einarsson fær flöskuna. Mér finnst Víðir Einarsson alveg kunnanlegu líka þannig að ég Þeir eru bara svo skrítið, ég hef aldrei talað við sig sko, að fara rétt á með einhverja flösku frá þeir sko, ég bara mér leiði betra að láta Víði fá sko. Mér finnst það er ótrúlega skrítið fyrir mig sem var í harðri stjórnarandstöðu, ég leiði mér að segja það við sóttvarnar þríekið því að þingið var svo sannlega ekki stjórnarandstöðu þar að vera síðan núna að fara að færa honum flösku en ég er hann ekki bara drengur góður. Ég held að ég kann afskaplega vel við hann. Þetta er það. Og fær Víði það flöskuna? Er það niðurstaðan? Getur þú komast að Já, ég veist að mér líður mjög furðulega með það sko, það er ekki, bara með þessa sögu á bakinu verður nú svona harkjarna þjóðmála Ég var að gefa Víði bara súkkulaði líka Því bara heyrir þess að flösku kannski Það var enda takmarkið með þessu málþófi hérna sko Ok, Ingvar og Víðir fá súkkulaði Já, og ég fæ flöskuna Já, hann fær flöskuna, hann er meiri drikkjurútur en ég, mennst niðurfall Ok, mennst niðurfall, láta það var lokaorinn í dag Er þið ekki búin að vera gaman hjá okkur bara? Yndislegt, bara takk fyrir boðið Bara áfram gakk inn í sumarið Heldur betur Þið sem hlustu og þið sem horfið, ég segi bara góða helgi